Góða kvöldið og velkomin í ljósleðra deildina. Umferð númer 4 hefst í kvöld og með mér eins og ævinlega. Reyndar ekki í senastu viku. Ekki í senastu viku. Ég held að þetta sé fyrsta útsendingi sem ég missa. Já, það var samt góð og gilda afsökun. Þú varst erlendis. Já, ef ég hefði getað, þá hefði ég unnið að heiman. Remóta þig inn. Já, herru, hérna. Ég man ekki svona, hvar varstu? Í Svíþjóð. Svíþjóð? Það er norður Svíþjóð, í Umeå. Já, þetta sko, ég átti einhverja trilltustu upplifun sem ég átt. Þar sem að ég var sko, eitt kvöldið þá var ég að keyra stræti Umeå í svona jeppa limmu. Ok. Sem að var í eigu fyrrverandi atvinnumanns á snjóbretti. Sem var að sína okkur einhverja highlight klippur á sér, blast einhverju Super Mario Bros. Techno remixi á meðan ég keyrði bara sko dauðustu borg sem ég hef verið í, bara eitthvað svona lokaðar húsgagnarverslanir og eitthvað, þú veist, það var ekkert að gerast þarna. Var ekki þarna? Alveg örugglega einhvers staðar, sko, ég sá hann ekki, en þetta var svona sko kontrastin á því sem var í gangi inn í þessum bíl. Já. Og í öllum helvits bænum var alveg töluvert mikill, sko. Já. En það var skemmtilegt og góð ferð og Svíarnir. Sko, nú get ég ekki sagt þessi líglað, sko, það eru Danir, ég veit ekki hvað sænska orðið en þeir eru ansi flottir. Já. Svíar, það ekki, býtu, Svíar eru líglað, eða voru það norðmenn? Það ekki Danirnir líglað? Já, þetta er kvót í, ég var eins og nörd að Danir séu í rauninni bara steinaðir Svíar í sandölum. Já. Já, ég veist, það er alveg take, sko. Já. Alveg take. En allavega, sko, punkturinn frændur okkar á Norðurlöndunum eru frábærir. Þeir eru það. Og ég átti yndislega stund þarna í Svíþjóð og sorgmættur samt að missa af framlengdum leik og góður stemmara hér. En komin aftur, fyrir tuskið, ekki ennþá búin að fá að venda bara á í útsendingu Hyper Dusty leikinn, skilur við, og þú veist, bara, what? Þú veist, þeir eru svona nálægt því að fara ná ári undefeated, skilur við, þú veist, og þá allt í hennu bara one bad day at the office og 2-0 sem klikkað. Hyper, nú er ég bara að horfa á leikinn og Hyper mættu bara mjög vel undirbúnir. Sko, eitt sem við getum talað Hyper að sjálfsögðu, þeir reyndar töpuðu núna í senastu umferð á móti SUS, en gott og vel, þeir eru konum með 2 stig á blaðið og það er bara fínt. Snowy er bara einn af betri leikmönnum á Íslandi. Þeir fengu hann aftur inn í liðið og síðan eru þeir líka með Inso fyrir Ninja Dog sem að með fullri virðingu til Ninja Dogs, þá er það bara leikmaður sem er ekki alveg á kaliber ef að þetta lið ætlar sér einhverja hluti í þessari deild og það er bara allt í góð. Við erum pundits hérna og við þurfum að vera bara hreinskilnir og það sem við vorum að sjá frá Ninja Dog var, hann átti rispur en þú þarft að geta skorið en ekki bara rispað í þessari deild. Já, þú þarft að geta dregið blóð. Já, það er svolítið þannig. Hygglust. Já, þú veist, en ég meina, eins og þú segir, vel undirbúnir, skilur við, ég er búin að tala aftur og aftur. Þú veist, þeir vinnast utan service, skilur við, þú veist, og ef þú mæti vel undirbúin og þeir eiga slæma dag á skrifstofunni, þá eru þeir mennskir, skilur við, þú sagðir þetta fyrir útsendinguna, öll þurfa að tapa einhvern tímann og En þú veist, þetta samt, skilur við, fyrir Hyper að ná í 2 mjög erfið stig, skilur við, faktist síðan þá ætti öll önnur stig að vera léttari, þú veist, búin að sína að þið geta þetta, núna er bara spurningin, þú veist, hafa þið metna til að gera þetta fyrir hvern einasta leik? Spurning, eigum við stöðutöfluna til að henda upp á skjáinn, bara svona til að
Já, við fáum hann eftir þennan Já, leik. Ef að snúa okkur að honum kannski. Já, eitt sem ég langar samt að svona vinda mér að áður en að það byrjar Vega á toppi til þeirra Já. Þannig að við erum með topplið á móti liðinu sem spilar yfirleitt upp að getu andstæðingsins. Þannig að let's go, það er Vega á móti Saga. Já. Og ef við ekki bara byrja á Vega. Jú, það bara hljóma vel. Þú sást þetta ekki í brandarum minn. Því ég sagði snúum okkur að þessum leik svo snýri ég mér að leiknum. Var það brandari? Já, come on Tommy. Ok, já. Virus, Toxic, Brian, Sörk og Kitty Disco. Ok, þetta var fýtt brandari. Þú ert komin tilbaka. Ég á með steipu í Selnast og brandarinn er svona, þú veist, kynningáðan hans er aðeins öðrum sem þín, ég er að túna mig inn. Ok, eitt samt. Já. Við þetta line-up. Ég held að þetta sé sterkasta line-up á Vega. Sammála. Ok, við getum treytað út Toxic fyrir Deathcake. Þeir spila svona, let's face it, ef við skoðum bara pjúra statsa. Deathcake er búinn að spila 1 best of 3 og hann er með 0,85 í KD, hann er með 60 í ADR. Toxic er með 0,84, búinn að spila restina leikinu með hinna 2 og er með 63 í ADR. En það sem þú hefur bent á ítrekkað, Toxic er betri í ákveðnum aðstæðum, til dæmis, hann er mjög góður í pisturondum. Pisturond eru dýr fyrir liðið. Já. Líka annað, hann er örlítið betri roleplayer en það sem að Deathcake kemur með er náttúrulega bara pjúra reynsla og hann getur krækt í þessi erfiðu frögg sem að geta skilaðir yfir línuna. Þú getur treytað þeim leikmönnum út. Restin þarf að vera first. Já. Ég meina við sáum Vega án Sörk hérna daginn og það var ekki sama lið. Já. Og mætti síðan á server í hinum leikjunum þegar Sörk mætti aftur. Já. Þannig að ég held að það sé klárlega rétt hjá þér. Kitty Disco líka, það sýnt okkur á síðast tímabilið sérstaklega hvað hann getur gert þegar hann fær frelsi til. Ég held að það sé mjög vel orðið komist hjá þér, þú veist, með Toxic og Deathcake. Var alltaf akkurat að fara að segja, þú veist, Deathcake kemur með hann að þroska þessa yfirvegun inn á serverin. Spurning hvernig það fer svona, þú veist, í klefan. Ég fæði það svona smá á tilfinningunni að Toxic sé hljóðlátari spilari. Já, og hann bara svona svolítið sinni sínu. En ég held líka við eftir að sjá miklu meiri framför koma úr honum, skilur, þú veist. Ég meina, hann er yngri, hann hefur ekki eins mikla reynslu á þessum plattform. Kannski þarftu bara aðeins fleiri best of 3s til þess að stíga upp í getu og venjast tímasetningum og annað í þessum official leikjum. Og það sem hann hefur sýnt okkur er að þegar hann kemst í erfiðar aðstæður að þá stendur hann sig ansi vel. Og meiri segja ef við hugsum leikina sem við sáum Vega fyrir 2 vikum að ég held, að þá var hann alveg, þú veist, hann var alveg næstum því að klötsa, þú veist, 1-3, 1-2 þegar hann endaði í þeim stöðum. Þannig að ég bara horfi mjög björtum augum á þetta Vega-lið og þeir fá svona ákveðna gjöf í þessu Dusty tapi, skilur, eins og þú segir, þeir eru á topp deildarinnar og silfurliðið mikla einhvern veginn allt í einu komið með farveg í áttina að gullinu. Þú veist, núna ef að þeir vinna Dusty, þá eru þeir faktískt séð mögulega með 4 stiga forskot á það. Já. Þannig að ég held að það hefur sjaldan verið jafn mikið færi fyrir Vega ef þeir halda áfram að spila upp að sinni getu sem við vitum að þeir geta komið með þetta sterkasta line-up til þess að pósta bara fyrsta sæti í deildinni. Það er nákvæmlega þannig og til að kapitalæsa örlítið á það, þú veist, nú fáum við líka að sjá hvað Vega eru gerðir úr, út af því að þeir eru að fara að mæta Dusty seinna tímabilinu, 1 og 2 mætast þá en hvernig ætli Vega líði akkurat núna að vera í frontrunni er allt öðruvísi heldur en að vera í öðru sæti og þú átt bara svona, þú veist, þú átt bara svona dálítið heima þar, varst í öðru sæti hér, öðru sæti þar og svona, þú veist, tapið úrslitaleikjum, gott og vel, en já, það er mjög kalt, það er erfitt að vera á toppnum, erfiðast að vera fremst. Sjáðu bara hvernig Arsenal tekst alltaf að klúra þessu. Já, og gott dæmi. Já, sko, núna veit ég, þú veist, það er einhverju harður línu Arsenal stuðningsmenn úti núna sem er alveg brjálaðir. Þeir eru byrjaðir að senda mér skilaboðum það hvað Arteta sé mikill snillingur, sko. En þú veist, móti Man United samt, sko. Ég veit það. Ekki gott, sko. En þeir eru núna í þessari stöðu. Já. Og það er alveg rétt þegar. Þetta hefur áhrif á klefan, þetta hefur áhrif á mindsetið, þér líður eins og þú þarft að vera fullkominn, þér líður eins og þegar þú ert að tapa,
að þá finnst þér það óeðlilegt, skilur, að því að hei, við erum í fyrsta sæti maður, við eigum ekki að vera að tapa þessum rándum, við erum betri en þetta lið, við eigum ekki að vera að tapa þessum rándum og þetta hættulegt far að festast í, að því að ef þú endar í þessu fari þá byrjar við sko, þú veist, sumir svara því með að stíga upp en flestir svara þessu með í rauninni að gera öfugt, þú veist, þeir tala sjálf sér niður, þú veist, við eigum ekki að vera að tapa þessu rándi, ég er ömurlegur, skilur við. Þar held ég hins vegar að reynslan sem á bekknum að það hjá þeim í Death Kick sem að, já, og Vírus að sjálfsögðu líka sem eru svona reynsluboltarnir í þessu liði og upp á ákveðnu marki líka Sörk en mér finnst Sörk ekki alveg vera sama leiðtoga típan og Vírus og Death Kick. Nei. Þarna koma þeir sterkir inn, þeir eru með mjög gott mentality og að mínu mati þá eru þeir eru með winners mentality og það hefur alveg verið erfitt fyrir þetta lið að ekki ná þessu gulli trekk í trekk en þeir eru ekki búin að búa þessu undir tap, alls ekki. Þeir eru bara 100% tilbúnir í að tækla vandamannu þegar þeir koma í lið. Já, þeir eru að fara að takast á við ákveðu vandamál hérna í kvöld sem að saga. Þannig að við hefum kannski að snúa athyglinni að sögu. Já, kannski fáum sögu bara rakleiðis upp á skjáin. Sko, þetta lið, við vorum með spurningamerki fyrir nokkrum umferðum síðan. Hvað myndi gerast leið og þú hendir inn Kraken, Hundsa og Gudda og ég ætla bara að byrja að kalla Varg. Ég gefist upp á þessu. Já. Vargur, Hundsi og Guddi. Hæ hundinni. Er þetta lið að fara að missa svona identityið sem að það hafði út af því að sjálfsögðu Wizard fór í Dusty, Dom situr á bekknum akkurat núna, búinn að spila einhverja leiki þarna, Skún kemur náttúrulega inn í lið og ATHT sjálfsögðu á sínum stað. Ég ætla að segja nei og ég held að með tilkomu Vargs, Hundsa og Gudda þá er komin Ármanns segla í þetta lið í þokkabót og þeir eru mjög hættulegir. Já. Bara virkilega, þeir áttu leik núna á móti Þór fyrir stuttu síðan, bara nokkrum dögum. 3 mappa sería og þeir voru næstu því búin að kasta þessu frá sér á bara mjög klassískan máta fyrir bæði í rauninni Ármann og Sögu en einhvern veginn siglan sildi þeim heim í Núk og þarna var til dæmis Vargur að eiga frekar iffi seríu fraglega séð en var að stýra liðinu með ATHT og það er bara mjög aðdánavert og eitt sem að verður að segjast Varg, gaurinn er tilbúinn, hann er alltaf undirbúinn í stríð. Já. Já, þú veist, ég meina, þú getur ekki spilað, þú veist, einhverja 8700 solo face-it leiki og ekki verið tilbúin í að vinna þetta tilbaka. Það er náttúrulega, þú þarft alveg svona ákveðið level að geðsíki til þess að bara setja sjálfaði í gegnum það. Já. Og það er bara ákveðin level að geðsíki sem að hann hefur. Og það er sennilega, þú veist, einn af hans styrkleikum. Hvort sem það sé í bara Counter-Strike í öðrum sviðum lífsins, þá fer hann ekkert endilega alltaf auðveldustu leiðina og þegar hann ætlar sér eitthvað, þá gerir hann það. Og ég hef alltaf dáðst mjög mikið af því í fari Vargsins og þú veist, svo ertu náttúrulega með bara solid spilara þarna inni en ég held að þetta sé ennþá akkurat, þú veist, þú komið með gæjan sem að er svona svolítið, þú veist, peppari og örvar oddurinn líka, skilurðu, í Vargsa, þú veist, og það er svona það sem að mér fannst í gamla line-upinu, þú veist, þú gast stundum fengið, þú veist, ATHT-randið, þú gast stundum fengið Dom-randið, þú gast stundum fengið Wizard-randið og þeir gátu bara einhvern veginn svona láti ránd vinnast en það var ekki eins konsistant bara gæi sem að fer í þú veist að hann er að fara að vera involverður í fyrsta fight, bara eiginlega alltaf. Já. Og hann er að fara að vinna hann í meirihluta skiptana. Hann er að fara að opna mappið, hann er að fara að opna tækifærin og það er það sem að ég held að kannski sé breytingin í identityinu í liðinu sem að kemur inn með þessa Ármannssiglu er að ég held að það sé ákveðið svona að tekur smá tíma að finna út hvað þú átt að gera við þetta pláss þegar þú byrjar að geta reitt þig á það tiltölulega reglulega og það þarf líka þá stundum að þú veist setja ólina á óða hundin sem er að hlaupa þarna inn að leita öllu og segja hei, einn er nóg, skilur við, þú veist við getum tekið hérna middrand ákvarðanir og getum komið okkur í stöður og við getum tekið execute og við getum gert þetta og þú þarft ekki að fara að finna númer 2 og 3 af því að við erum ekki í solo face-it. Já, algjörlega. Þegar ég var að skoða yfir statsana frá okkar allra besta þá tók ég eftir svona nokkrum hlutum. Þú veist, þeir eru með núna 2 sigra sem að fóru bæði í 3 mappa seríu, áttu close 1 mappa móti Dusty, töpuðu síðan overpass frekar stórt, spiluðu close í Núk móti Dusty.
ADHD 1,7, 75 ADR, Hunsi 0,74, ekki alveg búin að finna svona dampin eftir að hafa verið að grænda PUBG, mögulega búin að vera að grænda eitthvað örlítið CS. Geta línað í CS. Já. Dom búin að spila og fá að leiki til að sé eitthvað markvert en hann er 0,54 í KT, spilaði bara Dusty-leikinn. Skún hins vegar 1,83 ADR, alveg hátt ADR miðað við KT hans, þannig að þú ert í svona góðum status þarna, en klárlega besti leikmaður þeirra Vargur. Já. Bara ADR-ið segir það, KT-ið segir það, við sáum það á móti Dusty og við erum búin að sjá það í restina af leikjunum fyrir utan 1-2 möpp á móti Þór. Já, en það kemur ekki á óvart. Þú veist, ég bara frá því að maðurinn fór á grændið aftur fyrir einhverjum 5 árum síðan eða 6 árum síðan. Hefur hann ekkert hægt. Sko. Nei, hefur ekki hægt. Það er bara, það er fáir einstaklingar sem að ég veit sem að hafa bara, sko, ósvikinn áhuga og ósvikið gaman af Counter-Strike og Vargur. Ég var að fá í eyrun hins vegar að við erum með stöðutölvuna tilbúna, þannig að við ætlum að kíkja á hana bara snöggvast til að fólk svona sjá þetta fyrir sér hvernig það lítur út. Hérna, Vega á toppnum, Dusty í öðru sæti, Jaft, Sus og Sögu og Þór, bæði öll þessi 4 lið með 2 sigra. Hyper með 2, KBO með 2 og IA á botninum með 0 stig, en ég spái því að IA sé að fara að næla í 1 sigur á móti einhverju liði á þessu tímabili, eiginlega bara 100%. Þeir eru solid lið með solid leikmenn innanborðs og það verður bara spennandi að fylgjast með þeim. En ég væri til að fá vídeóið upp á skjá núna og ég er búin að pæla í því. Ég er búin að pæla í þessu vídeóið. Ok. Áður en að við fáum eitthvað upp, þá ætla ég bara að segja nákvæmlega hvernig það fer. Ég man ekki alveg hver er fyrst. Útsendingarstjórn, hver bannar fyrst af þér? Vega bannar fyrst, ok. Áður en ég fæ eitthvað. First ban Ancient, síðan kemur first ban Inf. Það verður Pikka Nuke, Pikka Anubis, second ban verður Mirage hjá Vega og second ban verður Overpass og við endum í Dust sem þriðja. Ok, ég er búin að skrifa þetta niður, þannig ég get fact-checka því. Drumroll, please. Ég væri til í að ég hefði rétt fyrir mér, en ég líka hef ákveðin áhuga á því að hafa líka sko kolrámt fyrir mér. En ég held að við fáum einhverja útgáfu af Nuke Anubis og Dust 2. Já, við skulum komast að því. Núna er ég spenntur sko. Alltaf þegar þú tekur svona, þegar þú setur á því spámannsglerugun og nærði taróspilin og ferð og lest í lófana og telöfin og svona, þá finnst mér mjög gaman að sjá hversu rétt fyrir þér þú hefur sko. Já. Það er nefnilega málið og út af því að ég veit að þeir eru ekkert rosalega hrifnir af Ancient Vega, þar að segja. En Saga hins vegar, þeir spilað og hafa spilað margoft, búin að spila einu sinni á þessu tímabili, spilast talsvist Anubis, smá Dust 2, Vega eru búin að spila Overpass og maður sjá, þá er Saga ekki búin að spila neitt Overpass. Þannig að þú veist, 1 á móti Dusty og þeir létu rúlla sér í Overpass. Já. Hvað, bara týndist vídeóið það? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það vídeóið bam! Vega banna Dust 2. Ok. Þarna fjall þetta sjálft sig. Fjall í fyrsta, ok, gott og vel. En ég skil það. Ég skil af hverju þið vilja ekki verið Dust 2 út af því það er engin Furious, það er engin scout. Overpass banna. Það er rétt. Það er eitt rétt hérna. Þetta verður svona, við getum gert eins og Mastermind leikurinn var og hét sem er svona, tveir réttir á röngum stað, 1 réttur á réttum stað. Nuke er þarna pikkið, Ancient pikkið. Þetta, hérna er ég bara svona ákveða, ok, hver er að sigra þetta vídeó? Því að senasta mappi hlýtur að vera Anubis. Það bara hlýtur að vera. Já, Mirage, það er réttur á réttum stað hefur hérna. Og svo væntanlega, þú veist, það hlýtur að vera, ég meina þeir eru að fara að banna, þeir eru ekki að fara í Inferno, já, og það er Anubis. Þarna ert þú að segja, miðað við það sem þú sagðir, þá er Saga að vinna þetta alveg harkalega. Já, það er nefnilega nákvæmlega sem ég að segja, út af því að þetta mattsar dálítið skringilega upp.
við vitum að Saga elska núk. Þeir pikka núk, þeir spila núk, Vargur frábæri núk, ADHD góðu vappi úti í núk og já, þeir eru með akkeri spilaði sem frábæri inni í Hundsa og the list goes on. Þetta innan gæsalappa frítt mapp fyrir þá. Þeir elska þetta mapp, fá þetta frítt samt. Sem bara svona, ok, gott og vel, þú ert ekki að fara að banna núka móti Vega, það bara ekki fræðilegur. Það meikir ekkert sens, þú fílar þetta mapp. Síðan kemur Ancient ekki beint mappið sem þú hugsar þegar þú heyrir Vega þú heyrir miklu frekar Anubis eitthvað fyrir búin að sjá inn frá þeim að sjálfsögðu núk og þetta svona staple map fyrir þá síðan Anubis, þeir eru með 3 map sem þeir fíla, eru búin að spila eru proven, vissulega þú veist Vega búin að taka 2 leiki í Anubis það fyrir breytingar alveg. Já, fyrir breytingar. Nei, senasta leikur var reyndar með breytingum, en ég held að Anubis var það mikið spilað á sín tíma, þetta allt þaulreyndi spilarar, ég held að allir geti spilað Anubis, ég gef því svona smá, toss-up, kannski hallan aðeins meira á sögu, en mér finnst klárlega, skilur ef að núk alltaf first pickið þitt á Íslandi, að þá ertu í disadvantage, þá það hallar á þig öll vító. Ég var svo hrifinn af Inferno hjá Vega, ég vildi sjá það aftur. Og þetta það sem ég var að tala í senustu útsendingu með Steipu, að vera með eitthvað svona joker pick á móti liðum sem spila möpp eins og núk og forsa þá bara til að pikka það fyrir þig. Já, setja það í oddaleikin, skilur af því að þú veist að öll lið á Íslandi spila núk. Já. Og þau spila núk vel. Og þau geta átt geggjaðan leik á núk. Það eru allir eitt það miklum tíma í Sítarkrík kjarnorkuverinu að að það þekkja allir hvert krók og kima, búin óbreytt mjög lengi. Ég sammála þér. Ef þú ætlar að koma inn og ætlar að vinna vító trekk í trekk, að þá núk ekki fyrsta pickið þitt. Því að þú setur það í Decider, þá áttu Decider mappið, skilurðu, og svo byrjaru í eitthvað eins og Inferno, Overpass, Dust 2. En við erum komin hér inn í leik Saga á móti Vega og það Saga sem byrjar hér og sitt í hliðinu og ADHD, hann fallinn hér með nokkra sekundur liðin á rándinu og meðan að Vega eru að færa sig úti og keyra á hell. Komnir í glugga, Gutti spottar þetta út, Glokkin hittir en Kraken annars þar á mappinu næstur út Hundi með vírus, gætin að bombu hér en Toxic heldur hún lifandi en verður að halda lífi hér. 2 sem að vita af bombunni, Kittisko var ekki svona pre-aima. Nei, hann svona ekki búist við honum þarna og núna það smá spurning með Kraken úti, Vargin Skún að klíra Squeaky sá Brian, já. Þetta það samt gott, ég held að Brian hafi viljandi sýnt sig þarna ætla að fara niður hér láta í sér heyra og upplýsingarna ætti að koma gegn sögumegin núna Plantið verður fyrir Dumbledore, Skún ekki búin að gera sér grein fyrir því en einn kemur rampinn, það Kraken Dual bara rétt að sé höndunum á honum hinn ætti að koma Kraken verður að halda lífi hérna gæti gert góðan skaða hins vegar Dumbledores opnar, Skún tekur fætinn Brian heldur velli Brian og Toxic að sjálfsögðu 2v2 sigur hjá Vega 3k á Toxic, maður fær ekki með multikill í pistols. Þetta nefnilega virðið sem hann kemur með og ég meina, þú veist, eins og við vorum að tala fyrir leik það virði í báðum leikmönnunum en mér finnst virðið sem Toxic kemur með inn í Vega-liðið vera pingu underrated og Deathcake getur komið inn í þetta line-up og þau verða nákvæmlega jafn góðir eða örlítið verri, örlítið betri en bara, ef að Toxic minna agaður í lobby og feysar og deyr með bombu þá hann búið 100% og ef hann vinnur ekki fætin á fyrsta manni sem púsar Squeaky þá hann búið þannig að það mikið lagt á herðarnar á honum í þessu strati ADHD Ég held að vera öruggur þarna en viltu koma með spátum fyrir leikinn? Ég held að þetta verði 2-1 Vega. Ég held að verði 2-0 Saga. Ok. Já, ég meina ef ADHD ætlar að hitta svona með skátinum þá ég með þér sko en
eftir að Vega tekur pistól í núk þá myndi ég segja að hallist á mig Vega taki núki sko. Ég held að það veri toss-up, ég held að það veri close leikir. Sjáum Vega strauja inn í gegnum main og að finna Hundsa upp á hörn. Skún með einn en Vírus með rífrækið leið, geðveikt entry path hjá Vírus að taka treyfrækið leið, tekur allt plássið frá Sögu og ATHT ætlar að spara skát. Gutti með dígul gæti sparað full armor en hann sjá hvað það er. Nei, Sörk. Þetta er ATHT. Þeir ætla að reyna í þetta. Ja, það er mikið verðmæti í þessum skát að halda honum yfir í næsta ránd. Getur gert algjörum glundróð þarna úti og ert oft á tíðum, sérstaklega með við kaupin sem að veist að Vega er að fara að koma með í rándi. Þú ert ekki að fara að mæta vappa þarna. Þannig að getur oft á tíðum gert meiri skaða en þú tekur tilbaka. Ég er alveg með því að láta Degluna reyna eitthvað þarna, reyna að finna þriðja mannin frá Vega til að halda efnahagum niðri, en mér finnst alveg galið að missa skátinina sko. Mér finnst það ekki alveg jafn mikið worth því að hanga upp í heaven, að frekar reposa þig annarkvort í viðbyggingu eða bara fara í exit sko. Já, fara bara í exit og sjá hvort þú fáir eitthvað frítt. Krakkar komin í það nálega, spurning hvort það clear þetta. Virðist ekki vera að finnur einn, það er Toxic, finnur annan, það er Kid Disco. En Sörk og Brian, þeir svara. Það er hjálp, slamahjálp frá Vírus, nær honum MP9-unni. Ég ætla að grænda með þessa MP9 í höndunum. Sjáðu Gutta, hann býst ekki með Brianina. Brian fær hann frítt, en er lár. Skún gæti tekið hann hér. Brian býst við þessu, en Skún finnur haus. Þú kallar að gera þetta dýrt og það er nákvæmlega það sem að Skún og Co eru búin að gera. En sko, ATHT, hann er að koma í lobby núna. Þetta er frábært tímanum hérna. Ef að Skún fyrir Vírus, þá getur þetta verið round. Það er ekki tíma. 3-0 Vega, Tommy. 3-0 Sterk byrjun. Já, vissulega. Vega með sterka byrjun og geggjað execute þarna á viðbygginguna. Flössin, svo sem ekkert sérstakt við, en þeir bara voru þaulæðir og tilbúinir í þetta. ATHT komin að vappa. Já, það er svona fyrirsögnin fyrir þetta ránd. ATHT kom með vappan í hendurnar. Vírus finnum einn. Já. Vírus hefur droppað MP9-unni yfir á Toxic. Saman 6 og Vírus sigrar fætinn á móti ATHT. Þetta var bara heiðarlegasti fætinn sem hún færð í núk. Þetta var bara íþrótta á móti bláaká. Já, ég meina, það kemur aldrei á óvart hvar ATHT tekur fyrsta pikkið sitt. Hann reynir að finna opnun þegar leikmenn er að hoppa yfir bláakassan. Gutti með Brian jafnar í liðið með glæsilegt skot hjá Kid Disco og Sörk. Og þetta gerir Skún og Hundsi einir, tveir eftir. Skún með M4-inn, spottar þarna út og við dánum Toxic í lurkinu og glæsilegt lurk er það. Og Hundsi einn eftir, tekur fragga móti Toxic en 2 móti 3 lár og gæti verið að hann sé að leita því að halda strax. Vírusins já, bara ná í bombu. Engi séns að teknir og þeir ætla að spila rosalega bara öruggan CS sem að er aðdónavert. Heyrðu þeir í úr að droppa? Ég ætla að spila þau þannig. Finnst eins og Vírus hafi ekki hlaupið svona örugur yfir í Secret. Kid Disco algjörlega frábær þessu rándi maður. Mér finnst mjög fallegt hvernig Kid Disco og Sörk klíruðu þarna út fram hjá smóknum, einn upp á rauða. Það er alveg, Vega eru rosalega þéttir framan að þessum leik. Já, og hafa verið að í rauninni allt tímabilið þegar eina liði sem er búin að stríða þeim eitthvað, það var í rauninni hérna SUS sem hafði unnu óupassa mótið þeim. Já, það var á móti ekki fullskipuðu liði. Nei, það var Sörk ekki með. Brian, hann bara strauja hérna út gula með XM í höndunum. Vírus með hauskot á Gutta.
seint að taka spádómið tilbaka því að Já. Vega líta gífurlega krisp út. Þeir mættu tilbúnir til leiks. Mætti tilbúin til leiks, það er bara sko vægt til orða tekið, myndi ég segja. Núna þarf Saga svolítið bara svona að stoppa í 1 sekúndu og átta sig á því hvaða lið þeir eru að spila á móti þetta. Þetta er ekki eitthvað kærulaust Vega-lið sem er að fara að koma og gefa þeim eitthvað svona glufur. Já, virðast ávallt glufur vera í þessu liði. Þegar leikmenn virðast vera mjög krisp. Og við sáum það bara til dæmis á Sörk og Kid Disco þegar þeir voru að íta úti. Skemmtileg tilraun að sjá HTHT. XM long range. Já, þú veist, ég meina að það að Brian fær, það er samt annars gott fyrir Vega, aðeins auka peningur. Já, $4 á honum og já, hann er ekkert á leiðin að droppa þessu vopni, síðast mér. Hvenær sástu síðast einhvern endriða með sjálfu? Bara Það er svona, alveg smá síðan, sko. no joke. Við erum yfirleitt búin að sjá þetta City megin. Já, nú til dæmis á rampinum eða upp á gula. Lítið búin að sjá þetta í endurhlutverki út gula allavega. Þú veist, ég myndi segja, sko, venjulegast myndi ég kalla þetta að það hefur verið misbæ. Afturinn. En þú veist, og það er bara Brian, hann er bara fremstur, það er bara flush, og hann er bara hlaupað þér út með bara sjálfuna í hendinni. Gengur ekki í þetta skipti, Saga sjá vel við honum. Það voru 30 skotir, sko. Ragleiðis yfir rampin, Gutti tekur við þeim þar. Brjóta smókin, en Gutti búinn að hörfa inn í rampin, 1 flash, en ákveða að sleppa við það. Og ífælt smókur hérna fyrir ískur. Saga í góðri stöðu hérna svona framan af, en Gutti er að fara frá félagskap. Það hlýtur að vera, þeir alltaf senda pressu á rampin. HTHT búinn að klíra úti. Þetta er risastórt. Þetta er líka að fara þak. Sýnst mér finna eitthvað áfangur þar, eða hvað. Gutti bara með 1. Og þarna getur tímasettingin á HTHT strýtt honum og gerir það. Vírus með 7. skilningavitið. Finnur HTHT, ítandi hann í bakið. Rótið niður í glugga. Kraken getur þetta að vera stór hér og ná 2, nær 1. Næsti er Sörk, hann er hálfur. En spilar þetta agað. Engi sér þessar teknir. Allt fyrir út. Vill ekki taka þennan fight. Matti kemur niður. Mollin var ekki góður, þannig að Kraken getur fengið gott pláss hérna. Sörk til fight. En Kraken fyrir til og skilur Vírus einan eftir á vappanum. Getur gert það dýrt hérna fyrir City-ana. En 10 sekundur. Það er Skún sem að afgreiðir þetta vappi fyrir HTHT. Og fyrsta rándið til sögu. Já, kannski svona slæmufréttirnar í þessari stigatöflu er að Saga er 70 megin og Vega eru komnir í þessar 5 lótur sem þú kannski vilt krækja í á tilhliðinni nú þegar. Já. Eiga núna, 8 tækifæri eftir, eiga núna 6 tækifæri eftir til þess að vinna aðra lótu og jafna hálfleikinn í það minnsta. Þannig að Saga þurfa að spila frekar fullkomið fram úr þessu. Svo það fara að segja eitthvað en þá lendir HTHT í þvílíkum hasar. En Kraken opnar reikningin hann á móti Vírus. Sörk á móti Varg. Og Sörk hefur betur. Það er stórt. Geti komið mikið pláss og geggjuð grensa á HTHT. Getur sko býst ekki við öðru manni þarna en Skún er til staðar. Plassið er gott en hann sér hvaða kom. Brian komin á vappan 4-3. Koninu með svona framanlegt secret control og Toxic ennþá alltaf lobby. Býst við lobbypúsinu hérna til að fá eitthvað info en enginn á leiðinni þangað. Saga eru búin að vera duglegir að sækja sér info og sækja map control, þannig að það er góð hugmynd hjá Vega að frista hérna. Brian er með línu sem að Gutti býst ekkert endilega við að hann sé með. Ískurlókuð, Toxic opnar, ætlar að reyna að búa til eitthvað fyrir sína menn. Góð tímasetning á Gutta og finnur bombuna. Einni Secret, Sörk treytar hann út en báðir eru inni. Toxic vitað hann í ískurhurinni. Og Sörk þá einn eftir á móti 2 Hundsi.
Sörk örlítið niður. Skún að spila örugt á spækvendinu. Og Skún fyrir til. Annar rándið til Sögu. En samt, það svona virkar á mig eins og það sé að spila örlítið hræddir. Saga. Skelkaðir. Saga. Já. Já, ég meina, ég myndi segja af þessum tveimur spilastílum finnst mér Vega vera að mæta sjálfströstari og kokkröstari til leiks. Já. Klárlega. Það hefur ekki virkað í þessum síðustu tveimur lótum en það hefur ekkert endilega verið neitt eitthvað sérstaklega langt frá því að virka. Mér var Skún svolítið standa upp úr í þessari lótu Sagamegin, hann var sá sem var að taka sko off-angles og svona treysta á geturinn sinna til þess að vinna dúelinn. Já. Svo bara hvernig hann tekur fætirinn á móti Toxic, hann er ekki að hanga bak við Silo og halda eftir að hann heyrir Ískur opnar, eftir að hann stendur bara stóð á miðju gólfi og er að halda Tetris. Og það virkar mjög vel, bara Toxic bjóst ekki við honum að það og það er frí fella og lokar svolítið rándinu fyrir Sögu. Algjörlega. Þannig að já, Sörk og svo berðu það saman við skilju Sörk, ég meina hann er bara búinn að svinga allan megin, þú veist, áður en að hundsið þessu kíkir og er bara að spá í Spike og þú veist, og það er alveg svona meira ég til í að taka fætin og treysta á mitt stemmari í Vega núna sko. Hérna Saga búin að lesa að þeir gætu verið að fara niður ATHT komið vappan á randin. Sörk spottar þarna út og spammar þarna öllítið með vappan. Bakkar í kjölfæri á því. Gutti ætti að geta hent niður. Krakken er komin niður í síkretið. Það er út í kontrólið. ATHT opnar leika hér. Þurfa að svara einhvern veginn og hann heyrði þetta drop. Toxic. Mismatch Næsti mögulegu fight. Hann er að halda upp í ATHT gerir þetta vel en Toxic er í frábæri stöðu til að treyta þarna. Hundsi leið með treytfrækið á Brian. Toxic komið vappa í hendunar, þetta gæti verið dýrt. Veit ekki hvað Hundsi er að koma. Hundsi situr á bombunni líka. Sko hún... tvö í röð hér, Toxic og Sörk. Með Sikot, vita hins vegar ekki að Krakken. Hann var í síkretinu alveg frá byrjun, fór niður vendið, Gutti. Fær félagskap hér. Tímasetning! Missir næstu því að bombunni. En Sörk ætti hann á að pika hann upp og gerir það hér. Kemur hins vegar upp stigan og Gutti klárar þetta 3-5. Þetta var mest samferðandi rándið sem að Saga hafa spilað hingað til, finnst mér. Já, þeim vex ásmegin í þessum leik, það er nokkuð ljóst. Mér finnst líka... Orðað ekki lengi. Vex ásmegin. Já. Mér finnst líka, sko, mér finnst þess að Vega hefði hægt á sér. Já, þeir gerðu það. Þeir fóru að leita úti þegar voru í svona mismas kaupi með einhverja AK og deglur, sko. Mér meina, þú veist, hvað var þau liðið sem að bara fyrir einhverjum 4 rándum var að senda Brian hlaupa út með XM? Já. Veist, það er svolítið spurningin og þeir hafa ekki fundið sama árangur í þessum hægari rándum hjá sér. Spurning hvað þeir geta gert til þess að laga það. ATHT tæpur á því að hitta þarna í gegn. Komið Sörk. Rísastór. Líka fastinn en ekki fyrir því. Toxic loksins nær. Það er Fella Skún sem var þarna mjög framalega en ATHT ennþá með vappan í íþrótta og getur gert gífurlegan skaða sérstaklega þegar smókandi byrja að feita. Kemur sér hann í reyn, búist ekki við honum þar endilega. Krakken í þokkabót að koma upp síkretið, ætti að klíra út allt út í svæðið. ATHT með Toxic Vírus hins vegar er að þreifa fyrir sér rampinum og þar er einn passífu leikmaður í hellinu. Gutti grensanir geggjuð. Whitesvingar en núna er orðið 2 og Kitty Disco finnur frakki. Nú ætti flugbraut að vera til hérna fyrir Terrana til að koma bombunni niður en Hundsi komin með MP9-una eiga ekki util til að íta honum í burtu annað en þetta flass og það virðist næja til að finna felluna og allt í hennu 2-2. Og þetta eftir niður á Vírus, finnur samt frakki á ATHT og þá er það bara Krakken eitt eftir í vendinu. Og hann finnur bombun og þarna Kitty Disco fellur þar, býst ekki við honum og Krakken lokar þessu hér fyrir Sögu 4-5 en staðan úr 5-0, Tómi.
úr 5-0 í 4-5 og þetta var tvísýnt ránd og ég verð nú bara að segja að Saga gerði sitt allra besta að reyna að þróa þessu rándi frá sér. Fóru 1-1 og overcommittuðu ATH að svinga þarna. Tjeð var, það var ákvörðun en Saga ná að reiða sig á varginn og hann siglir rándinu heim. Já, situr akkurat núna 9-6 á honum, 10-7 á skún, 2 leikmenn sögumegin sem hafa borið svolítið að framan af. En við tökum eftir því að það er spar hér vegamegin í þessari lotu. Líklega eru að fara að horfa á jafnan leik hér eftir 10 lotur. Tactical timeout tekið að vega og þeir vilja róa í sögu því að þeir eru búin að vera eldi 4 ránd í röð eins og við töluðum Snerust ekki leikarnir svolítið við eftir timeout hjá sögu aðan? Held það. Alltaf snerust við, ég tók við timeout. Já, ég held það. Þetta er ekki timeout. Það var snjallt við að taka timeout því að þeir fór í smá brassi. Hvað geta þið gert með deiglunar hér? Það er Gutti sem bara strauja lobbyið! MP7 breytingar að sjálfsögðu sem að fylgdu Anubis inn, það var MP7 buff og það er verið að raka inn dollurum. MP7 Snirtilegt skot á Toxic. Toxic ætti kannski bara að spila pislur. Já. Bara alltaf. Nei, við segjum það nú ekki, hann er 10 stacks, 11 stacks. Þetta hefði getað verið ansið dýrt. En skilur Brian eftir hérna. Gutti. Gjöggi Borg, segir Brian, en Gutti hefur engan húmor fyrir því og það er fjarki á Gutta. Fjarki á Gutta með MP7-una. Og leikar eru jafnir, 5 ránd í röð á móti 5 rándum í röð og núna væri fínt ef að Vega myndi taka 1 og Saga myndi loka og leikar eru jafnir þegar við skiptum lið. Til að vita, kaup móti kaupi, Vírus komur á vappan aftur. My god, Gutti! Já, Vírus er ekki ánægð með þetta, hann með vappa. Hann með vappa og þú veist, af hverju stendur það bara að litna það? Kraken spottaður yfir smókin. Og Brian svarar og útisvæðir er núna alveg galopið. Gutti er að koma með vappan hérna, býst við honum. Nei, Gutti er fyrri til á gikkin. Gutti gikkur. Gutti gikkur, búinn að setja 6 frögg á stigatöfna hér í þessum 2 rándum síðasta og þessu. Og það er manna forskot hér, sögumegin. 4 á móti 3. Ekki búinn að spotta ATH og hann gæti fundið tímasningu hérna. ATH að fá sér granóla stöng í Sigrid. Ég er að setja ansi mikla pressu á innisvæði sitt. Ég er bara 1 leikmaður fyrir framann gula og annar inn í gula. Og með Pevin hérna, Brian. Þú veist, ekki við öðrum þarna inni, getur ekki verið nema að síðan þetta vita á hann núna. Við erum í stöðu til þess að taka fætin en ATH í gegnum smókinn finnur störn. Hulsi klárar þetta, tók sig þarna 1-3 eftir og Saga komast í forskot hér. Hvað segir þetta mér? Og seint að snúa við spátónum? Vissulega samt Saga CT-megin og það virtist eiginlega að vera svona miðað við hvernig þeir hafa verið núna senustu 6 ránd. Þeir mættu kaldir inn á server. Já, mættu kaldir inn á server á meðan að Vega gerðu það ekki og þú veist, eins og ég sagði það, ég meina Vega geta farið út úr þessum hálfleik bara sátt í 7-5. Já. Þannig að, þú veist. Algjörlega, pressan var öll á sögu. Og ATH leysir alla pressuna hérna í senasta rondinni í þessi fyrri hálfleik. Gutti með block utility hérna er Sörg. Já, hann gerir bara ennþá betur. ATH er ekki að gera sér mat úr þessu og jafnir í liðum þegar þeir fara niður. Kraken fellur í single. Kitty Disco. Og Brian, Sneaky og Kitty Disco
bætir betur, setur 3K hér til þess að loka þessu fyrir Vega og þú fegst óskilinu upp þetta 6-6 hér í hálfleik. 6-6, allt jaft, en þetta verður að hallast á Vega sem að fara núna í City-sætið og þeir hafa verið ansi góðir City megin, en það fer stórlega eftir því hvernig gameplani hjá Sögu hefur verið, því að þeir hafa verið, ef þeir hitta á rétt play alveg í byrjun, finna pistolið og halda uppteknum hætti og finna glufur í vörðinu á Vega, þá ætti þetta að vera fremur auðvelt, því að Saga hafa svona pun not intended, sögulega séð mjög góðir. Þetta var ekki. Það senda einn mann með P250 til að hlaupa úti og taka fætin og restin ætlar að fara hérna að rampinsin sem er Það er bara spurning. Fyrirpartinu af þessu plani beint frá varginum sko. Það er bara enginn að gefa honum fæt. Jú, Gutti loksins kom með fætana við Vírus í hellinu, en P250 er ekki að finna skotin. Gutti kom með fragg hins vegar og Toxic komin á 1 HP, en nær samt sem áður fraggi. Vírus í rótetinu, nær 3 og P250 allt í einu 1 eftir niðri og Kitty Disco er bara að dansa. Það er tango við Gutta og upp úr þurru, upp úr engu. Hauskotið var komið, rampleikmaðurinn var fallinn, en Vírus einhvern veginn endurlífgar þetta algjörlega við. Frábær skot hjá Vírus þarna. Þetta er ekki fyrsta skipti sem hann rótetar hell og nær einhverju sturluðu playi. Þvílíkur leikmaður. Þetta er að fara að enda illa. Bara alltaf að fara að enda illa fyrir Gutta. Það er setið hann hana og ekki gefið honum andartakt. Nei, Vega vinna pistol númer 2 hérna og aftur, ég meina, Toxic tók ekki multikill í þessu, en ég meina hann nær þarna krúsjál fraggi. Fragg sem hann á ekki að fá. Nei, bara ekki sens. Þú veist, það er búið að hausa, hann er fallinn tilbaka og finnur hausinn. Og það truflar þá líka nóg, setur því nógu erfiða og óþægilega stuða. Þeir get ekki snúið allir aðteklinni að Vírus. Já, algjörlega. Dingar, ló. Nákvæmlega það sem var í gangi á Króms. Krakken mundar degluna. Það hefur verið skot ársins eða hitt. Vinci tilbúin að kasta smókum. Nei, hann er ekki neitt út. Hann er á klósinu bara eitthvað. Sörg búinn að finna Gutta hérna. Ég fíla sann sko, þú veist, að fara á klósetið en standa á stað þannig að það lúkir þú sett að fara að smóka sko. Já. Ég var bara að stíka smókum sko. Ekkert jútil í höndunum. Já, þetta bjargast allt. Það er ekkert jútil í liðinu sko. Nei. Það er bara teglur og draumur. Krakka er búinn að finna einn hérna. Getur hann fundið fleiri. ATH. Smiklast þarna inn í. Þetta var line-up, þetta var skemmtilegt line-up. Mjög skemmtilegt line-up. En Krakken klára hann. Kitty með skún og þetta er ógerlegt fyrir Krakken hér. Það er að gera skaða en ekki mikið meira en það. Og finnur 3 í rándinu samt, heldur efnarinn niðri og það er mikilvægt hérna ef að Saga ætti að sýna okkur þessa Ármanns siglu hér í fyrsta leik seríunar og koma tilbaka og sigra þennan leik. Það byrjuðu fyrirhálfleikinn, arfaslagir, enduðan mjög sterkir. Vega taka síðasta rándi samt. Það er alveg svona, það er svona ákveðin móralskur sigur fyrir Vega þarna, þú veist, þeir fengu 6 ránd í andlitið, svo vinnaði ránd, þú veist, það er svona, já, herri, við getum þetta unnið þetta. Ágætis grensa þarna á Hundsa. Kaupi hér. Að risa gat í þessu smók. Að risa stórt gat í þessu smók. Og þeir átta sig alveg á því. Þeir eru bara að staldra við. 1 flask kemur yfir, 1 krossar og Hundsi. Smóið ræjunetna sem ætti að hafa verið í hellin. Gutti er í skemmtilegri stöðu. Þessi smókur átti ekki að lenda svona. Nei. Ég er eiginlega samfærður það. Gutti gæti hins vegar verið einhvers konar lykill ef hann finnur tímasetningu. En stórt ef. Stórt ef út af því að þeir eru að bakka aftur upp. Gutti low og þetta
Þetta er orðið vesen núna, höndan hins vegar niður, Gutti finnur fraggið. Þetta opnar fullt af leiðum fyrir Sögu og þeir velja viðbygginguna. Kid Disco tekur við honum nær einum. Bróðtilli komið upp hérna í ískur og þeir eru allir lágir. Ég veit ekki af vírus í smóknum. Við erum ekki búast við honum, jú, Skún gerir það. Vita Veika, Toxic og hann kemur út gula. Tekur eins og bara fætinn. Fallinn enn sem komið og Toxic takkar þetta niður. 8 HP á honum og hann ætlar að bakka úr þessu. Saga ná að bjarga þessu fyrsta gunroundi fyrir hot. Já, hann mátti ekki miklu muna. Hundsi ætlar að elta, reyna að finna Toxic hérna. Toxic gefur ekki færi á sér. Gutti á grensu en ætti aldrei að grensa þessa stöðu. Það er mjög ólíklegt allavega. Hundsi á höndinu. En geltið er Voffi nær ekki fragginu. Það varst að reyna að þýða the bark was worse than his bite. Já. Ég var að reyna en það kom ekki til mín sko. Geltið var verra en glefsið. Já. Geltið var ekki glefsið. Á vel við Hundsa sko. Já. Það má alveg túlka þetta sem smá móðgun, sko. Já, kannski smá. En ég meina, hann er með 5 frögg, sko. Hann er með 5 frögg. Girtu þig! Ha! Það er ekki revive station en því CS. Koma svo! Það er örugglega eitthvað svona í gangi, sko, inn á Teamspeak. Akkurat núna vírus vinnur fætir hann á móti ATHT. Opnar reikningin fyrir Veka í þessari lotu. Og það er Brian til að taka á móti. Frábært skot á Skún og Sörk. Bætir betur með 2. Þetta eru geggjuð skot hjá Veka hér. Deglund að syngja. Og vírus nær Hundsa í bakið hér. Og það er 9-7. Þeir ætluðu heldur betur að strauja niður. Fá auðvelt ránd. En allt kom fyrir annað. Og Saga, sko, þeir getur verið vesinni hérna. Þeir héldu að þeir myndi komast upp með þetta og þeir voru stoppar í spórun. Já, þeir komast ekki langt með þessa pælingu. Deglunar fengu að syngja 3 fellur og Deglur hér fyrir Veka í þessari lotu úr sömu stöðunni. Og þetta var geggjað skot þarna. Kom að hlaupa til niður Secret. Og núna fáum við að sjá hvað getur Saga gert með Deglunar í höndunum. Við höfum séð Kraken, hann tók 3 síðast þegar hann var með Deglu. Getur hann gert slíkt til sama í þetta skipti? Það er spurningin. Mjög erfitt verkefni. Þetta var snirtilegt. Þetta var eins snirtilegt á að verður. Það er bara ekki hægt annað. Það er eiginlega sko meira gefandi að ná one-tap með M4 silenced heldur en AK. Já. Hvar myndir þú ranka, þú veist, one-tapin? Því að, þú veist, ok, við erum með Uspu, við erum með AK, við erum með M4, M4A4. Og ef ég ætla að fara, ég þurfa alltaf að taka bara pisturnar hér. Já. Deglan er alveg toppurinn þar. Já. Segjum við á meðan að Veka sigla þess að lóta heim hérna. Deglan er toppurinn, svo myndi ég segja Uspan. Já. Svo myndi ég segja sko 5-7. Já. Af því að þú veist, þú farð aldrei long range one-tap með 5-7, þú veist, og það er alltaf bara eitthvað svona, þú að mæta ykkur gæði með riffli og hérna, það er alveg svona eitthvað þar. Og svo, sko, mér finnst mjög gaman að dynga fólk með glokkunni, sko, þú veist, það er svona smá svona steamroll, svona. Já. Já, og svo myndi ég segja að það rest einhvers þar. AK og M4. Sko, AK betri en M4A4 en þú veist, ef þú ert að taka bara eins og þetta one-tap svona og það bara það er svo man líður eins og maður sé sko svona James Bond með bíómyndasælinni sko. Það er svona, hann veit ekki eins og hvað hann var skotin. Hann kom og bara það er smá satisfying sko. Það er mjög satisfying. Ég ætla að segja að mest satisfying single sem að ég fæ er á C-setu. Okay. Long range C-seta. En það er mjög nýs. Annars Old school C-setu. Skiptir ekki máli.
Því að þú veist, þá varstu bara ruðaðir út einhverju kúlum og það bara ónaði fólk. Já, ég er að tala um bara single, bara algjörlega bara okay. one tap. Já, ég kaupi það. Sörk hér og hann er vel starfstur til að taka móti þessu en allt kom fyrir ekki, Anti-HT fellir hann og þá er kipt á inni, Hundsi búinn að opna, Kitty Disco fallin bak við Silo og það býrur til varnar, Brian uppvendið, það búast ekki við honum, heyrðan ekki koma upp. Sjens tekinn þetta með bombuna en allt kom fyrir ekki, fellir kjöldar á því og Toxic allt í einu einn eftir. Nærna einum tilbaka en 3 eftir til að finna. Feir. Ætti ekki að vita af hinnum tveim en gæti gert sér hugmyndum hverju getur verið. Þetta er agað postplant hér, Kraken kíkir og vinnur fætin. Það er staða samt svona fyrir Hundsa að treyta og hann var ekki alveg í stöðu fyrir það en sem betur fyrir þá nær hann frækkinu þarna en hefði hann svingað hinum með við Sælofi þá var Vargur í bara engri stöðu til að treyta. Nei, ég meina þú veist, reyndu að að fá Varkinn til þess að taka ekki fæt þegar hann heldur hann eða taka fæt. Bara ekki séns. Það er bara ekki séns sko. Nei. 12 viltir hestar get ekki haldið eftir honum sko. Nei. Mustangs. 10-8 veka í vil hér og það er kaup á móti, kaupi vappi, höndunum á vírus, engi vappi, höndunum á sögu. Anti-HT bara á riffil. Þeir leiðuðu smókunum örlítið þannig að mollin hjá Sörk virkaði ekki til að eyðileggja þessa Sörk með geggja spriginu smókin. Vel tímasett. Kraken í aggressífu lörki þarna og vírus fellur líka. Geggja AK-spray og allt í einu Saga konum með advantage aftur. Brian þarf 2 hér en nær engum. Það er bara swing og bless. Þetta var millimetra spursmál, Tommy. Já. Sörk komin í rótið hins vegar. Bomban fyrir framan hann, smókin er góður hins vegar. Ói! Hvað var þetta? Ég á ekki orð! Ói, Tommy! Og við erum að heyra skilabóðun á milli. Það er augljóslega að vera að tala um þetta skot því að þetta var viðurstyggilegt. Hlaupandi gegnum smók. Skítuasta sem að ég hef séð. Þú sást líka flikkið. Já. Wow, Tommy. Einmitt. Þetta. Ef að Saga er í þessum ham og þetta er að ganga upp fyrir þá eru Vega í vesenni. Já, ég meina þú veist bara hvað ætlar að gera. Skilur, hvað ætlar að gera. Kitty komið djúpa línu þetta og Kraken fellur. Næsti leikmann þessar Hundsi getur tekið þessa fellu. Frostið er, já, questionable, en Nógu gott til að halda á lífi. Þetta var rosalegt. Þetta var ógeðslegt. Þetta var bara ekki að gerast. Get ég bara fengið að sjá þetta aftur og aftur Já. og aftur. Líka bara hvernig Gutti bregst við þessu. Hann á ekki orð. Bara oi. Þetta er... Þú veist, ég bara sé fyrir mig líka hreyfinguna sem hann gerði, þú veist, til þess að skjóta þessu skoti, sko. Þetta var rosalegt og Saga sigla þessari lotu heim og það er komið smá babb í bátinn hér fyrir Vega. Það er ekki mikið peningur, það er einn hetju vappi á vírus, eini maðurinn með byssu í hliðinu. Virkaði fyrir þú senast að vera með degluna neyri allavega. Sörk komin í rótetið, Gutti eins var í aggressífu yard play og það er smókir í viðbygginguna. Vírus það þá að hörfa eitthvað í burtu. Væri frábært ef hann væri komin upp í hefnina en enginn til að bústa honum upp. Eitt komin eins og þangað og Brian lætur heyra vel í sér. Yfir og hann er feldur leið. Toxic með gott skot á Gutta hins vegar. Þetta er samt sem áður mjög erfið staða fyrir Terrana til að gera eitthvað í og ákveða að fara upp hefnið. Vappin fellur. Vírus þarf að gera betur hann að Sörk svona í stuðu til þess að bjarga vappanum en Takkaður vel niður en Rósins fellur Sörk og 10-10. Þarna var Anti-HT spurður, viltu vappa? Nei. AK-árnar að virka, höldum því. Ekki breyta neinu, við erum að vinna þá akkurat núna. 10-10, Tommy, 17-14
á varginum 16 á skún. Já, hinum megin. Toxic að eiga góðan leik, Sörk og Vírus líka. Og Í Kirkisku líka. rauninni allir leikmennir að eiga bara fínustu leiki. Allir á sörruð. Já, enginn að droppa niður eitthvað gífulega mikið. Vilja neita þessu útiplay. Sörk í baki á 2, hlýtur að vera, en Kraken tarotspilin á lofti. Frábært líka þarna hjá Kitta. Hægir á þeim líka á næstu fætt sem að færi mögulega skún sem er á 12 HP. Hann galopnaði þetta rond með hann á þessum frækki. Tegir þá rampin í rotate í hell og Toxic nær að loka því, en skún lár og hann þetta alveg upp í loftinu þetta round, og hvaða midround call kemur frá Sögu virðist vera chillumbræðis. Leiðum þeim aðeins að ná einhverju og mögulega að fá eitthvað frítt, annars tökum við midround call og endum mögulega niður. Ég veit ekki hvort að Vega hafi bara hreðjarnar í að taka play inn í lobbyið. Jú, Brian gerir það. Þeir ætla að loka lobby. Það er stórt að fá það. Skúnir frá fyrstu maður inn í þennan fight. Hann lifir þetta af með 12 HP. Það þurfti ekki mikið til. Þá ætlaði að koma hérna út double, Kirkisku Disco, tekur skada, en Smokinn vinnur svolítið með honum. Það er stór hættur þetta platið í smók. Já, það er nokkuð þannig. Það er stór hættulegt. Þú sérð línuna, þú veist. Þú sérð hvað hotnið er, þannig að þú veist alveg svona sirka bát. Gerir þetta svo vel. Það er fyrstur á honum, hingað til í þessari lotu, en skún, hann á 2 í líf. Og það er með draum. 5 sekundur. Það er bara ekki séns. Sko, eitt þarna í þessu. Ok, þeir vissu ekkert 100%. Til dæmis hvað Toxic væri, og vissu í rauninni ekkert að það væri Kitty þarna. Jú, þeir vissu að það væri Kitty þarna niður í secretinu. En að smóka og reyna að planta í smóknum þegar Kitty veit 100% að það er á leiðinni er bara fallin bomba. Þið verðið annarkvort að taka fætinn eða rótita upp eða gera eitthvað aðeins niður heldur en að reyna þetta. Allavega svinga öðru hvoru megin við smókin og sjá hvort þið fáið eitthvað frítt. Já, þú veist, þeir kíktu í gegnum smókið fyrst. Skilur, sá hann ekki. Klíruðu sælóið. Þannig að þeir hafa haldið hann hafi verið búin að bakka væntanlega aftur inn í single. Já. En Kitty gerði bara vel að hann spilaði sinni í dark, en ég er alveg sammála þegar þetta var ófara á þetta og það er hörkastrauja úti og hann finnur ATHT. Þeir ætla að berja niður þetta comeback hér hjá Sögu. Þeir finna þefinn af sigrinum og þeir ætla að hrifsa hann til sín. Kitty Disco, hún að bæta í og það er 5 á móti 3 hér. 3 ákaflega góði samt sem áður. Þeir eru dósa opnarinnar fyrir Sögu og eru með spjótin beintið á rampinum. Skún ætti að vera passífu hérna úti þangað til að eitthvað gerist á rampinum. Halda sinni stöðu, Vírus komin í rótið hins vegar. Múli í rampin, hensan, ekkert spes en Sörk finnur Skún. Árásinn kemur einungis frá einum stað núna. Þetta er vesen, 2 komnir í hellið. Það er bara tekin ákvörðun að gefa rampin. Ég flutta þarna Vírus. Þeir eru 2 á móti 2 og Vírus með báðar fellurnar. Og Vega finna 12. lotuna og eru þá einu rándi frá því að tryggja sér sigur í sínu pikki sem er núg. Timeout tekið af Sögu og hérna eru í raun og veru bara að púsla saman kaupi. Eini sem á örugt kaup með Util er Kraken. Margurinn syndur í seðlum, restin á 1900 og tekkur armor. Svona segir okkur allavega að þetta gæti verið eitthvað hratt. Já, ég meina þeir eru ekki ennþá í þessum hálfleik búin að fara hratt út af. Nei. Bara sem dæmi. Spurning hvort að Vega séu skynsamir og búist við því. Menn þá býst við kannski einhverju öðru vísi. Já. Þetta er svona momentið það sem að þú átt samræðina að Vega, ok, hvað eru þeir ekki búin að gera? Og veðjar á að það komi. Við sjáum það að senda 4 þarna inn, þar að fara 2 upp, 2 á rampinn, ætla að passa það að koma ekki hraður ramp. Býði til Utilinni inni, býði til mollanum og ætla síðan væntanlega að góa á þessum flössum frá ATHT.
upp á leikinn, upp á mappið allavega. Þeir eru sem það aftarlega. Þú veist, akkurat núna, þeir eru að færa sér nær eða ætla að poppa á þessu. Varkurinn úti líka, þeir eru bara að fara að taka þetta 3 þarna inni með 1 naká. Þetta lyktar eins og rampur akkurat núna. Að ég átti ekki eins og með hendin og líklamann, sko. Nei. Eins og rólegur. Þetta átti að vera einhver stólumæðis keppni. Þannig kemur þetta, núna kemur poppið inni, fyrsti maður fallinn, annar maður fallinn, Kitty Disco, sterkur í vörninni, Brian upp í heaven, hann finnur Gutta og Sörk með anti-HT og það er Varkurinn 1 á 5 og hann fellur og Veka tryggja sér sigur hér í Nuuk í fyrsta leik seríunar. 13-10 sigur í mappíkinu þínu, byrjið 5-0 yfir, solid mapp hjá Veka og við svona bjuggumst við því að þeir ættu svona þægilegt mapp framundan þegar það var 5-0. Saga samt koma ógeðslega sterkir hann tilbaka í svona miðjum fyrirháleik. Já, Saga eru mættir til þess að til þess að spila. Já. Það er nokkuð ljóst og ég held að þetta verði alveg brekka fyrir Veka í Incent. Jú, í Incent. En þetta er samt bara svona, bjóstu við einhverju öðru farandi inn í þetta, skilur við, bæði sterk núklið, áður en að fyrstu 5 rándin spiluðust, þannig að Veka var bara eitthvað litið út fyrir að vera, á einhverju öðru leveli. Já. Svo bara svona fjall svolítið botni úr því, þeir fóru að spila hægar, fóru svona aðeins að efast sjálf á sig. Ég meina að þú fórst úr því að vera með bara eitthvað Brian hlaupt inn með XM yfir í, hey, við eigum 7 sekúndur eftir á klukkunni og við eftir að planta. Það er alveg svolítið mikið tempóbreyting þarna. Þannig að ég velti því fyrir mér hvað Saga gerði til þess að gera þetta svona óþægilegt fyrir Veka. Það hefur verið eitthvað sem hefur komið upp á, sem hefur komið þeim á óvart eða komið þeim í opna skjöldu sem að fékk á til þess að kalla, já, ok, hægjum aðeins á. Svona tilfinningin allavega hjá mér er svo að þeir byrjuðu bara að hitna og þeir byrjuðu að komsa betur og byrjuðu að búa til plays og í kjölfarið bara byrjuðu að sigla saman, sigla inn einhverju rándum, voru ekki eins hrættir líka í middrándunum að taka í rauninni fæta og við sáum það til dæmis á Gutta og já, Varkurinn er náttúrulega aldrei hrættur við að taka einhverja fæta en já, Gutti Hundsi til dæmis, hann átti erfiðan fyrri hálfleik og var að spila erfiðlega inn í vörn og mikið verið að splitta sætið og það er bara erfitt sem innileikmaður og já. Já, hann hittaði aðeins að til lokin og ég bara býst því að fá hann sterkan til leiks í næsta mappi en þú veist, það er alveg greinilegt að það er smá brekka fyrir sögu. Þeir þurfa að mæta tvíeldir til leiks hér í Incent eftir stutta pásu ef að þeir ætla að sigla okkur í mapp nummer 3. MVP, sko ég ætla að gefa Vírus MVP 3K-ið á rampinum. Það bara setti tónin í seinni hálfleik. Ég held að við séum að horfa bara á allt annan leik ef þeir tappa þessu pistoli. Já. Já, á þeim nótum þá eru Saga komin í smá brekku en við ætlum að kíkja beint til Suður Ameríku. Ekki fara langt. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á lagni, ever.
Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann keyrði 24.000. Nei, bíllinn alveg góð standi, sko. Ættir að draga hann. Strákar, koma, núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk, já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Oh, hey there. Didn't see you.
við vorum að sjá Vega halda áfram að sigra alla leikina sína. En það spurning hvort að við séum að fara aftur tilbaka í 1-1 seríu, þar sem að Saga ná mappi tilbaka í Ancient. Já, það væri svo sem ekkert eitthvað óeðlilegt. Ég meina eins og talaður áðan, hugsaðan meira Saga heldur en Vega þegar þú séð Ancient. Já. Eitt af þessum möppum samt skilur sem að mér hefur alltaf fundið svolítið svona taktískt takmarkað. Þú veist, mér finnst það snúast alveg rosalega mikið bara hvernig fer mid-control, hvernig fer lane-control, þú veist, það þarf að vera proaktífur CT-main og þannig að þú veist, mér hefur alltaf fundist það mjög svona skrítið map í CS, ég fíla rosalega mikið, en getur rosalega mikið farið á báða bóa og getur kifst rosalega mikið með svona skriðþunga, skilur við, þú veist. Segjum bara, ok, við ákveðum bara defaultið okkar á CT-liðinni það, við ætlum að senda, þú veist, 2 mid, við ætlum að stöffa lane og við ætlum að pússa út bláa með backup úr glugga og með einn að halda ellinu, þú veist, og ef það bara gengur og hitliðið hefur ekki svör, þá getur bara unnið bara, þú veist, 6 round eða eitthvað, þú veist, á fyrstu 20 sekúndur. Já. Þannig að, þú veist, ég veit ekki. Sko, þetta alveg 100% rétt hjá þér. Vissulega, þú veist, það eru gallar í Ancient sem eru þess að mid-controlið, leiður komið mid-controlið, annarkvæmst sem CT að Terry, þá auðveldast mappið alveg þvílíkt, náttúrulega rotate, hratt rotate á B-ið, hratt rotate á A-ið og svo framvegis. En það eitthvað skemmtilegt við og mér finnst það eiga pláss í mapphólinu út af því þetta rosalega brawly map. Þú getur komist í bardaga mjög snemma í rándinu út mitt og jafnvel það mjög hratt að rössa bæði sætin og þannig en ég finnst þetta map henta rosalega vel einmitt liði eins og Sögu sem eru brawl heavy, við sáum það til dæmis í Nuke að þeir eru alveg tilbúnir í að það er bara smókur, við ætlum bara að góða þangað, við erum saman sem lið 1, 2, 3 Saga, let's go. Já, kannski slæmifréttina fyrir Sögu það að Vega sýndi að þeir eru alveg til í það líka og gerðu það bara betur framan af í Nuke þannig að þú veist en ég sammálaðir þú veist með það, þetta skemmtilegt map þetta býður upp á mjög svona mikla flugelda og svona stærsta svona taktísku fram og tilbaka dótið til dæmis, þú veist, ég ætlar að bústa yfir smókin, ætlar að sprengja smókin í miðunni, ætlar að hlaupa í gegnum smókin, ætlar við að counterstöffa, hvernig ætlar að taka leinið, hvernig ætlar að stoppa og að fara í glugga, en þú heyrir, skilur, þú veist, þetta miklu minna hvernig ætlar við að ná þessu map-kontróli af CT-unum, heldur þetta meira hvernig ætlar við að stoppa þá frá því að taka þetta map-kontról. Og það það sem ég finnst gera Ancient svona unique map. Og því meiri þægindi sem þú ert með í þeim stöðum og því meira sem getur hugsað þannig og sé til dæmis bara, ef við finnum 1 pikk í opnunarsalvóinu að það er bara eins og að þú veist að ná short og bathrooms í overpass. Hvernig fer þetta? Ég held að Saga taki þetta. Ég held mig við 2-1. Já, ég held að Saga taki þetta líka og eitt sem er skemmtilegt við þetta map samt sem áður líka að þetta er rosalega auðvelt að koma bombur niður á sikkur sætinu. B og A, bæði pingur retake simulator fyrir CT-hana. Þannig að sterkar stöður í retake eins og nákvæmlega Brian og Sörkur inn í klönurhinginum eru rosalega sterkar. Smókur kom hérna fyrir CT-ið og þeir ætla að fæta í dónu. Þú var bara ettas aðeins og sterkar og Kraken kemur út á geggjari tímasetningu og nær Sörk í eyrað. Og eins og ég sagði, retake. Já, retakeið vírus þarna í rauða og ATHT að bíða á miðunni, gæti gripið hann glóðvolka þar, þeir eru að skiptast á skotum. Kitty Disco sér Gutta þarna bakið kassan, Toxic með pistuna, hvað getur Toxic reitt fram úr erminni hérna, hann búin að dinga 1. 7 HP og honum samt sem aður finnur ekki neitt, Kitty Disco samt búin að finna 100 en heldur áfram að vera í eltingaleik hér, eltingafeluleik við Gutta tapar honum að endingu Saga með pistol. Saga með pistol, eitt sem að er svona hægt að svona mælir á það hversu gott lífið er í Ancient fyrirgjöðu ef að terrarnir koma ekki bombunni niður
þá ertu með virkilega gott lið í Ancient. Ef þú kemur bombunni niður sem Terri, þá ertu komið með alveg broli, skemmtilegan leik einhvern veginn. Þannig að þú getur að séð svona nokkuð tíðan hvernig þetta á eftir að ganga. Pussín Alubið með Uspur. Já, ekkert nema Uspur. Ekkert nema Uspur. Ættu allir að koma slítispónið og Terrispónið, ásaki. Og í bakið á bíinu. Hvort finnst þér betra map? Ancient eða Anubis? Ekki hvort finnst þér skemmtilegra eða neitt þannig, bara hvort finnst þér teknískara betra map? Bara, þú veist, layoutið, hvernig það spilast. Já, ég er alveg 100% samanlega þar, sko. Það er crossfire þarna. Rífur í blokkinu, hann heiðir rosalega mörgum kúlum í vegginn en loksins ná að krækja í annar rándið sitt og þetta átti að vera algjört formsatriði fyrir sögu að krækja í. 2-0 M4-ar komnir í hendunar á Vega. Annar map sem við sjáum rosalega mikið af Utili hent í miðjuna af CT-unum. Sjáum L-smókin, sjáum Red Room-smókin. Koma hérna 3 sem að taka miðjuna fyrir Vega. Það verðist vera lane control eða jafnvel bara raktiðis á B hérna fyrir sögu snemma. Upprampin gegn smókin. Mólin hefði getað komið örlítið fyrr en loksins náður að treyta út en Toxic, það heyrist í Mólunum þarna 2-2 Hundsi og ATHT á móti Sörk og Vírus. Eld heitir 2 leikmenn hjá Vega eftir Má ekki sjá allan að ATHT er að hjálpa vini sínum. ATHT ætlar að reyna að koma upp over þarna. Sörk sér við honum en fellur samt sem aður 1-1 hér ATHT á móti Vírus. Ná Util. Ná Util að ná eiga allan tíman í heiminum, Tommy. Já. 55 sekundur. Vírus er að fara að sækja infóið. Já. Hann ætlar að sækja frag. Þetta fíla ég ekkert eðla mikið en ATHT hefur betur. Það er tímasetningarleikurinn sem að vinnur með honum. Þetta er alveg, ég meina, ég skil það frá vírusliðinni. Ef hann er ekki inn í bláa, þá býst ekki við því að mæta honum aftur að labba inn í bláa. Já, já. Þú býst við að hann sé að fara rampinn. Þannig að af þeim 2 þá skil ég hvernig Vírus tapar þessum fight. En Saga hér búin að byrja sterkt. Það er allt annað heldur við sáum í leik nummer 1, 3-0 Saga hér framan af. Disco-maðurinn er að fara að hlaupa eitthvað með MP9-una og gera skaða. Disco-maður, Disco Stu. Þetta er The Disco Strangler í Brooklyn Nine-Nine. Ég hugsa alltaf það atriði þegar ég er að lýsa Vega-leikjum. Skemmtilegt atriði. Ég er mjög mikill aðdáandi Brooklyn Nine-Nine. Sama hér. Frábæri þetta. Velvet Thunder. Rest in peace Andrei Brúcher. Já. Vega búin að ná sko kyrfilega stjórn á leinunni hérna. Þeir gætu verið í vesinu. Þeir gætu tapað þessu rándi frá þessu setupi. Því að þetta því já, nú eru vesinu. Þetta er bara svo erfitt crossfire að klíra. Það er bara 2 90 gráður hérna, en gera það vel þarna, sko hún búin að finna Toxic. Sörk samt, lætur ekki sitt eftir liggja. Hún að finna ATHT, hittir skúni gegna það líka og Vírus klárar hann og það er bara krakken eftir, bara vargurinn. Hann er búin að finna 1, getur hann fundið fleiri. Já, en leikmann nála trampinum og það er Kitty Disco MP9-una. Þetta er tapað og Saga falla hér. Vega með fyrsta rándi sitt og bara út frá þessu eina dinki í miðunni þá voru Vega strax komin í geggjaða stöðu. Kíkt inn í lobbyið, Kiki Borg. Það er eitt ránd. Annað sparrándið sem að Vega vinna í þessari seríu. Já, hafa verið duglegir að nota pistlunar og tæpu kaupin. Við sjáum hérna að það er Vappi og ATHT og restin af liðinu er á pislum. Já. Bara glokkum. Hvert ætlar hann að fara með hann að Vappa?
þú veist, Virðist vera ok, þannig kemur inn ein MP, Maktia, Digla, þetta verður Force, það bætist í, hvað segja það, sko, þú veist, því að Vappi pluss klokkur hefur alltaf verið fáralegt, sko. Strákar, treystiði mér. Já, það, I got this. ég myndi frekar samþykja AK pluss klokkur. Já, upp á ákveðnu marki. Ég meina, þetta meira að segja glasskanon. Já. Þetta gler fallbyssa sem að vissulega mjög hættulegt, sérstaklega Ancient út af utilinu sem að hent strax í byrjun, þannig að hann ekki að fara að fá eitthvað frítt pick nema mögulega í alobíunu, mögulega. ATHT í ákveðnu stuði hér, það fer í þetta, Hundsi hleypur í gegnum mólan í miðjunni og lætur heyra í sér, Toxic með hann í gegnum smókin, Vírus fær þá frelsi til þess að fylgjast með A-main og það þar sem að Saga að stefna. Toxic að rótita á milli kassa hérna, gæti verið, hitti skotinu og næsta kontakt kemur. Hann missir af honum! Skún var of snöggur! En fór á molli, hendi mólanum í donutinn, fær mögulega smá pláss, Gutti hins vegar uppgötaður og Fraggi kemur en Sörk hausaður út frá þessu. Allt í einu snýst þetta allt afturplantið. Skún með Sörk í þokkabót, Lár eftir viðskiptin við Tech9 í hefðinu og Brian einn eftir. Já, leit ekki vel út framan af fyrir Sögu en þeir ná að snúa þessu sér í vil. Skemmtilega uppsetta rándina hjá Sögu að senda Hundsaðna út og íta miðjunni og láta á halda að sé eitthvað kontakt að koma út miðjuna því þeir voru bara fasti fyrir aftan smókin, flössin voru ágætaðna út miðjuna fyrir Hundsa, fá pláss í alobíunu og ná Toxic í rotate á Xboxið og fá hellinga plássi og þarna Vírus í raun og veru að gera örlítið mistök að gruna ekki að Tekkan geti verið að hlaupa þarna, að sjálfsögðu það sá enginn Tekku, þannig að hann grunaði ekki en Nei og bara óheppinn, mögulega? Bara Vappin hjá ATHT virkar, það gefur þeim þessa opnum sem þeim þurfti. Já. Búin að sjá eina mökku í miðinni og einn Vappa en spjótinu beint aftur af aðeinu svona mix kaup einhvern veginn hjá Vega, Deglur og framalega hérna niður rampin enn og aftur og í rauninni enginn að halda þeim þar þannig að þeir fá alveg frítt pláss þarna. Sörk spottaður út í reddrúminu, grensunar góðar. Þá vil ég sjá það pússa út hurðina. Þurfa að fá meira info og þeir að gera það, þeir að klíra vita að B algjörlega aukt þannig að geta kallað þetta sé að fara að vera að Sá skugga en smókin ekkert rosalega góður og grensur hins vegar á Vírus fær ekki félagskap í gegn hins vegar þetta gæti verið mistökin Gutti heldur velli í miðunni sem að leysir hellingapressu en einn maður í baki Brian ekki krakken og það var lykillinn af velgengni í þessu rándi að setja pressu fyrir aftan og læsa þá inni í lobbyinu einungis með Guttaðan í miðunni ATHT með snirtilegt skot á Sörk og hérna geta þær rauninni valið sér sæt einn á sikkoru og þeir ætla aftur á Vírus 2 HP á honum og P250 og flugbraut inn á sæt Já, og sást bara hvað var mikil hreyfing á Vega-liðinu þarna í miðjunni á þessu rándi og það sýnir kaosið sem að Saga náði að búa til það. Það koma upplýsingarnar eru þetta A en Saga einhvern veginn með þolinmæðina bak við hennar smók til þess að hlaupa ekki skilur í einhverjar ógangur. Já. Og í staðinn bara enda á því að fá leikmenn Vega í miðjum rótitum trekk og fá svona þokkalega þægilega fæta sem akkurat öfugt við hvernig þetta spilaðist út í síðasta pistolrándi sem að Vega vann og núna eru að horfa á stöðuna 5-1 á T-hliðinni og eina rándi sem Vega búið að taka pistol. Já, pistolrándi þegar voru í rauninni Þetta var skemmtilega uppsett rándtjáðum, vissulega, þú veist, labba inn í stakk að sjálfsögðu eins og við sáum þarna í rampinum og þeir voru 4 til taks þarna, ekki dýnamist við árásina sem að Saga var að henda í þá í því rándi, sögum þess að krakken var að sjálfsögðu hausar í miðinu af Deglunni á Sörk í tjaldinu, þannig að það gerir þeim
gífurlega erfitt fyrir, en leið og það komin einhver lög í árásinni hjá Sögu þarna termein, þá eru þeir miklu hættulegri. Já. Þetta búið að vera bara svolítið einstefna hjá Sögu og í rauninni þetta rándið þeir tapa bara út af ákvarðanatökunni sinni, skilur við, þeir ákveða að taka ekki lane control. Og ég skil ekki af hverju þú myndir gefa eftir lane control á móti spari, þannig að einhverju smá misseningar þar, en núna er nóg af Utili og nóg af Hazard, Toxic finnur Skún og Kitty Disco finnur Hunda. Lane controlið algjört, en hérna Kraken enn og aftur að gera sig risastóran á A-inu, en tökum þetta því. Það er leikmaður mjög framalega inn í miðjunni og Brian er búinn að leysa alla pressun á A. Þetta lokar algjörlega, ATH með 1 gæti náð Sörk líka og hann er hægur út miðju, nær 2 og þetta opnar mappið, galopnar aftur. Gutti getur treytað hérna út einhverju öðru heldur en Mach 10. Þeir eru með bombu og ætla að fara saman, en vil ég ekki gefa frá sér neitt sound cue. Toxic í skemmtilega stuði hérna og þarf í rauninni að ákveða hvort hann ætlar að fara allan hringinn eða hvort hann ætlar bara að stoppa. Ég hefði viljað sjá hann stoppa í A og B, spila retake þaðan. Þessi staða sem að Toxic gæti verið að fara í ætti ekki að koma Sögu á óvart sögum þess að þeir eru ekki bara að klíra út donutinn. Þannig að þeir ættu, já, hann er að horfa með sig í hann, vita ekki hvort hann sé í donut eða í lobby, smóka og molla og vita núna hvað Toxic er niður komin. Ætla að döfla niður þetta í donutinn og Brian kemur honum til aðstoðar, eiga eina grensu til að grensa þennan smók. Gutti komin í góða stöðu og vita núna að árásin kemur öll frá einni átt. Smókur eins og þar. Hún er að finna smók hérna. Geggjugrensa. Frábær. ATH finnur fraggið og hérna er, hann er ekki að fara að finna. Hann er ekki að fara að finna. Jú, hann finnur hann á síðustu sekundu. Gutti fellur með bombunni, en 7. rándi til Sögu og Saga eru að baka Vega hérna. Þetta var 2v4. Já. Stakkaði upp í miðunni, ATH með snirtileg 2 pikka á vappanum. Bara virkilega vel gert. Og sýnir bara hvað þeim líður vel á þessu mappi. Algjörlega, það bara sést að midrandkólinn voru bara picture perfect og ja, Vega ekki alveg komnir með ja, reynsluna á þessu mappi einhvern veginn. Sá sniðlega á því hvernig Sörk var að valda leikmanni sem var uppi í Heaven sem ATH felli fyrst. Hann er í djúpu angulaðna og leikmannin uppi bara gerir sér grein fyrir því að hann getur ekki verið þarna á þess að það er hægt að kíkja út miðuna. Já. Og fá svona dálítið frýtt pikk, en svo vel. Það var vel tímasett flass þarna. Ífulega. Annars endar illa fyrir Vega. Þessi móli nei, hann reynda feilar, en Hundsi samt sem móður nær trakkinu, aggressífur. Skún, þetta getur Sörk upp og 3-3 hérna, en hins vegar bara deglur. Ætti að geta hópa sér saman og farið saman á site. Brian hins vegar búinn að taka ákvörðun að fara yfir á B-ið. Vírus overrótuðar yfir á B-ið sem er hárrétt ákvörðun. Og meira segja, Sörk í miðunni er í mjög hröður róti. Þetta gæti meira þess að fara upp í glugga og gert þeim grikk hér. En þeir eru ekki búin að vera með lane control allan tíman, þannig að þeir eru að klíra út hluti hér og þar. Samt mikilvægt að benda á það, þeir hafa ekki náð að bjarga neinum pissum hérna á Vega-liðinni. Brian kom með Kraken, Gutti einn eftir og Vírus með degluna og bæði rándin núna hjá Vega komið út frá deglurándum. Sörk með risastórt 3K þarna. Ég var að fara að segja að þeir eru ennþá verð vopnum búnir heldur en Sögumennirnir, en það kemur ekki að Sök. Vega tryggir sér hérna ránd nummer 2 og
mögulega einhver dæmi einhvers konar viðsnúning í tempói hér gætum alveg verið að horfa á 6-6 hálfleik ef að Vega finna svarið við því sem Saga að koma með á borðinu og sjáðu peningin, Tómi. Saga búin í bílstjórasetningin allan leik, þeir búin að missa mikið leikmum í hverju rándri, þannig að 1 tapar á hér, þeir komnir í spar. Upprampin, 3 í vörðinni, engin smókur fyrir lágir leikmenn en frábær spray frá Brian. Vinci með mikilvægt frakk á 5 leikmannin, Sörk kemur í rotatið, veit ekki hvað niður komnir, báðir komnir í rotate og þá kæla Saga leika niður. Mér finnst þetta hægt að bústa það niður. Gott að það ekki hægt með einhverju 3-mann upp á stillansinum hann. Held að sé hægt, sér í 5-una. Þeir ákveða að frysta í smá og labba síðan aftur bíð og það virkar. Vírus búinn að láta sig hverfa en þeir þurfa að finna Sörk þarna og hann mun halda sér félum eins lengi og hann mögulega getur. Spurning hvort þeir klíri þetta hot, gera það ekki og Sörk klárar þetta. Sörk gerir gífulega vel þarna í 2K í rotatinu og svona miða við hvernig leikarnir hafa spilast út fyrir Vega á þessu tímabili. Þá Sörk að gera tilkall af MVP á tímabilinu. Já, sér það bara núna liðið sitt að leita á í báðum leikjurum sem hann kom inn á eftir að þeir töpuðu fyrsta mappinu í Overpass. Þannig að það ekkert galið að segja það. Nei, alls ekki. Það að vera smá edgi líka, koma með eitthvað smá skemmtilegt. Má ekki alltaf vera sama gamla sagan. Skún búin að vera á skotskónum hérna í kvöld. Kraken líka finnur Sörk þetta þvert á miðjuna og það þá ATHT, hann að pressa Vírus á vappanum, rífur upp degluna og tekur ATHT niður lágt en ennþá lifir hann og það leikmaður í bak og það Kraken. Þeir ætla að rótið þeirra á bíð. Þeir ætla að rótið þetta yfir á bíð. Þetta það sem skemmtilegt við þetta mapp. Kraken getur nýtt sér það að hann komin lang fyrstur, hann gæti gruna nákvæmlega þetta en skugginn hann svíkur oft og núna vappalínan hjá ATHT komin rakleiðis á rótiti frá CT Vesen. Skotið gott, það 3 spör búin að vinnast í þessum leik. Já, vel gert þarna og Vírus kemur sér í rauninni bara í mjög erfiða stöðu með að hlaupa í gegnum donut þarna. Já, hann væga sagt panikaði. Nei, þú þarf bara að hlaupa aftur inn á aðna. Já, hann væga sagt panikaði þarna. Það bara sást augljóslega á því hvernig hann hitti ekki degluskotunum á ATHT sem var með glokkuna. Já, þetta var stórskemmtilegt einvíð sem átti sér stað. Glokka, einhver baunabissa að reyna að ná þér niður, þú panikar alveg þvílíkt, hleypur inn í miðjuna. Notabenni þaðan sem ATHT var að koma, Kraken nærði bara í bakið. Með ekkert kontról líka, sko. Ekki neitt, sko. Þetta var, Vírus örugglega að sparka í sjálfum sig akkurat núna, en Saga búin að tryggja sér sigur hér í fyrri hálfleik, 7-3 staðan akkurat núna, 5 það besta sem að Vega geta vonast eftir. Ef að Saga ná þessu rándi þá er 9. rándið nánast staðarind, en vissulega það er ekkert gefið. Vega eru búin að vinna 2 diglukaup og Saga 1. Það ekki bara að vera á einhverju hálfkupi hérna, bara út hálfleik. Toxic hrifin af þessu. Hitti mögulega á tímasningu hérna. Gutti að fylgjast með 2 hlutum og það frítt upgrade. Heldur hann hafi mögulega rekist á einhvern í smókinu ATHT samt jafnar í liðum, finnur Sörk þarna. Toxic inn á miðjunu undir glugga, akkurat núna þeir búast ekki við honum. Þetta var glæsilegt skot hjá Skún og þetta gal opnar allt svæðið. Miðjan fallin eins og við töluðum fyrir leik. Skún kom með donutinn og Kitty Disco þorir bara einfallega ekki að droppa þarna í bróki. Jú, gerir það, en
fellur í kjölferð á því. Brian, einn í rótiti frá CT. 1-3 retake á A-sætið. Já, það Kraken snýri við þarna gerði það að verkum að hann geti átt ekki séns. Hundsi, þetta frábært rótið til honum og þægilegt hauskot, 11. fraggið hans í þessum leik. Hann mætti til að spila inn í leik nr. 2. Já, fíla bara ekkert núk. Nei. Bara ekkert núk leikmaður. Hann fær náttúrulega miklu meira frelsi í Ancient heldur en nokkuð tíman í núk í tersetinu sinu. Og það það sem skemmtilegt við, já, bæði Anubis og Ancient nýjum möppin. Það þetta frelsi, termein, vissulega þetta loka leininu og allt það, en þú veist, það þetta rót þetta svo ótrúlega hratt á milli hluta og finna fæta og svo framvegis. Ég veistu, sko, ég er smá hissa. Ég veist Vega ekki hafa verið nógust í opnunum sínum, hvernig þið taka mappatólið af sögu og eru þið bara að ætla að gera það, ætla að fara að setja pressu inn í gegnum bláa, en þá kemur bara hratt upp rampinn akkurat þegar það reynt. Brian nær einum rétt á hann að fellur, en þeir eru smókaðir út leikmennir á baklein. Það bara Toxic, þeir reyna að fara í gegnum smókin, en það 1 á 1 hér. Toxic á Hundsa, báðir lágir og Hundsi hefur betur 13-8 á honum í þessum hálfleik. Glæsilegt postplant bara, Vega voru að reyna að skapa eitthvað glundróða þarna í retakinu sinu, en allt kemur fyrir ekki. Þeir ná að stípla í þessi gött og senda vissulega Hundsa í 1-2, en leysir það mjög vel. Hann þarf að hlaupa í gennum smoke, en þeir voru að hoppa trekk í trekk þarna út, smokin á CT, smokin í cave og svo framvegis. En hvað ætla Vega að gera í fyrsta nándri sinu? Eru konum með bakið rakleiðis upp í vegg. Já, þetta round sem þarf að vinnast hér Vega megin. Þeir geta tekið ákvörðun hvert þeir vilja fara og stefnan sett B megin á mappið með 1 leikmann hér að halda ellinu og spurning hvort þeir ætla að fara hérna í gegnum bláa eða hvort þeir eru bara að láta heyra í sér og sína sig hér áður en þeir droppa niður og fara í donut. Þeir droppa hljóðlátt niður hérna á miðjunni, gerði það búin að láta vita af sér neinstar annars staðar heldur en B megin. Þá Sörk að kasta stöffi, hvar lendi þetta? Ápar smókuður sem að loka rótitinu frá B. Þetta skemmtilegt, Tómi. Já. Mjög skemmtilegt og plantið kemur þetta inn. Sörk skilin eftir. Þetta mjög erfitt fyrir Sörk að eiga við. Þeir hafðu samt ekki hugmyndum að væri annars. Nei. Kraken með Toxic, Gutti með Disco, Gutti með Virus og Brian 1 eftir. Það ekki plantað fyrir hann og hann spottar hann út og Kraken með glæsilegt hauskot til að loka þessu 10-3. Já, veistu, Saga líta bara ansi vel út í þessum leik. Það verður að segjast. Og þetta það sem ég að segja áður en við byrjum fyrsta leik. Að vera með mapp sem að counterar eða hitliðið spilar ekki nóg, þá færðu svona leiki, auðveldari leiki. Og já, þú veist. Ég meina, þú veist, þetta bara, ég hafði aldrei þannig síðan hugsað út í þetta fyrir núna. En þú veist, þú ert að spila á Íslandi, spila allir núk. Núk eiginlega valið í hver einustu seríu. Það ekkert eðlilega mikill styrkleiki að geta annarkvort valið eitthvað annað heldur núk og bara setja í til sætrin. Eða jafnvel bara banna núk. Já. Og sagt bara, hei, þið ekki að fara að fá uppáhald mappið ykkar. Já, þið verið að fara út fyrir þægindarannir ykkar. Og já, við sjáum það svona hér og þar hjá liðum. Þór tóku rif út með rasa móti sögu í senustu seríu. Sem að höfum þetta séð Þór verið að spila svona track og hérna AT á Virus, voru búin að lauma sér framalega og eru konum með 2 aftur í vörnina á A-inu, 1 og rótitar hins vegar yfir að reddrúminu til að klíra það út, sjá hvort að einhver geti verið að lauma búkast þar á meðan það verið mjög aktífur að fara líka niður rampin, það verið að leita info allstar á mappinu og AT veit núna Toxic nálagt reddrúm, svindla sér þarna yfir, óþægilegt fyrir já, þetta fellir bara. Brian núna 1 eftir, kunnuleg staða.
hjálpavörðin komin en Gutti hann klárar þetta alveg sjálfur. Gutti ekkert eðlilega góður í fel og elto þarna í kringum innan kassa, sko. Já, hann bara í eltingaféluleik bara öðru hverju rándi. Hún geitin í lögg og bóa í grunnskóla. Það bara nokkuð ljóst. 11-3 og lífsmörk Vega eru lítil akkurat núna. Forsið skilaði litlu sem engu og tekkur Deiglur aftur horfið í það. Hún með Kiddi sko í gegnum einhvers konar krossvið þarna sem að hengur. Ég veit ekki alveg hverju hengi upp krossviðsplöti svona í fornleifa uppgreftri. Jú, maður til hans að svona Hvernig er þetta gamalt og stiðja við þetta. Deiglundar ekki að syngja vel og þær gerðu City Main og 12-3 hérna strax mjög snemma í síðara hálfleik. Þetta bara bökun. Völdun, Tommy, segi ég. Já, völdun. Saga eru svo sannarlega að sína þeim hvar Davíð keypti ölið hér í Einsent. Ég bara átti að verða. Ég hef oft spáð í þessum frasa. Já. Skal sína þér hvar Davíð keypti ölið. Takk, þú veist, ég fíla að kaupa öl, sko. Þú veist, ef Davíð með einhvern góðan stað til að kaupa öl, þá það bara hljóma hans í vel. Já, ég veldi í fyrir mér stundum hvar þarna svona upprunni á máltíðtækja kemur. Gott flass. En það er enginn sem fylgir þessu flassi. Þeir eiga ekkert jútil til að spandera ekki neitt. Hundri opnar hann á leini og svo svingar gegn smókin og ATHT með 2. Bræjor, 5-1, getur hann fundið fleiri. Gífulega lár í kjölfarið þessu og einungis Sörk eftir með flugbrautarna upp á B-ið með bombun á bakinu og ætti að koma henni niður. Og vita núna að þetta er B-sætið, Skún soundar það inn í cave og þetta minkar töluvert möguleikana sem Sörk getur verið að hafa eitt leikmann inn í caveinu en það gæti verið að hann ætla að fara hringinn. Nei, heldur síðan rampinum mun þurfa að mæta 3 leikmunni þar eða hvað á hverju að færa sig núna. Nei, það er of seint. Þeir smóka vittlausan stað, smóka ekki bombuna en allt kemur fyrir ekkert. Hundri lokar þessu og Saga jafna hér seríuna á móti Vega 1-1. Þetta var allt annað kort heldur en Núk. Þarna var bara stór munur á liðinum og Vega voru eiginlega ekki með. Þeir voru með þessi 2 sparánd sem þeir vinna, Deglukaup og eitt var rauninu bara þeir labba inn í stakkin ykkar og hitt var Deglur að hlaupum og náðu einhverjum skotum. 1 gunround. Já. Og það var, má ég sjá, ætli ég mun eftir. Já, það var full gunround. Það var full gunround og það var eina roundi sem vannst þarna sem að, var ekki eitthvað play sem að Vega kom með. Algjör bara standard. Var það 1 gunn? Það byrði ekki 12-3? Nei, 13-3? Já, unnu 2 spör og pistól í seinni hálfleik. Pistól í seinni hálfleik? Nei, þeir unnu Saga unnu pistól í seinni hálfleik. Nei. Jú. Jú, þeir unnu pistól í seinni hálfleik. Já. Þeir unnu bara 3 ránd í Já, þú veist, þeir náðu bombunni niður, það er alveg rétt maður. Vá, þú veist, þetta var svo vel executað hjá Vega þarna, ég var alveg bara sjálfsög unnið þetta ránd, en nei, þú veist, þeim tókst að klutra því niður. Já, þetta var algjör klassi fyrir ofan. Já. Og í rauninni rosa lítið þetta að segja um það. Þú veist, Vega þurfa að fara á teikniborðið eða byrja að banna Ancient eins og ég skrifaði niður, banna Ancient. Ég skrifaði niður. Þetta er eitt af fáum öppunum sem að ég var bara ekki að fara að sjá Vega geta komið neitt á móti sögu. Já, ég viti það. Bara hlusta Tóma. Það er bara þannig. Það spurði mig engin sko. Þú veist, ég er alls ekki að fara með það. Ég myndi örugglega ekki einu svona hjálpa liðinum. Nei, en þú veist, það virðist vera allavega að raungerast að það sé rétt, þú veist, að þarna þarf bara að banna Ancient eða þá að það þarf að finna rífa upp glósubókina og taka nokkrar æfingar. MVP? Sko, ég ætla að gefa Hundsa MVP. Hann var mjög atkvæða mikill sögumegin. Já. Og líka bara, þú veist, klóraðist tilbaka. Hann átti ekki besta leikinn nú, skilur við, byrjaði að hitna hann til lokin. En hann leiddi stigatöfluna í hálfleik og var að finna impact frökk í gegnum alla leikinn.
Það er nákvæmlega þannig. Eftir smástund þá verður lokað þessu einvígi í Anubis. Mögulega erum við að fara að tala um bókina sem fekk í jólagjöf frá mömmu og pabba eða afa og ömmu, hver veit, en ekki fara langt. Já, bíllinn nýlega búinn í gang, sko. Það eru 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið að hekla í allt sem hann átt var. Og hann líka nýlega yfirfarinn, það búið að skipta olíu, það skipta askbremsu. Fyrst að posta allt og Nei, þú þarft ekki að pæla í því, við sjáum allt hvernig fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Vissi hann eitthvað stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann tala um eitthvað rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Ég passa mér yfir, ég passa mér yfir. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Velkomin aftur, spenna færist í leiki 1-1 á milli Sögu og Vega á toppinum og Saga að leita að þessum komast við bara hlið Vega. Já, þau jafna á og í rauninni fara fram úr þeim á rándif eftir þennan leik, skilur við, ef þeir vinna síðan næsta leik, það var, ég held að Vega hefur verið í sko bara +7 rándum eða eitthvað, eða +9, þannig að, já, mikið til þess að spila hér og bara, hvað hefur sagt, þú veist, það leit út bara svona nýtt sögulið sem að mætti í leik nr. 2, og allir heitir, allir að skila sínu, Vega virtust svona svolítið vera bara komnir í aðeins of djúpt vatn og bara gleyma því hvernig þeir átt að synda, sko. Veist, þeir náðu að henda í sko, nokkur sundtök og svo bara byrjuðu að sökka svo steinn. Já. Svona áður en við förum að gera upp og eða svona peppa fyrir Anubis-leikinn, þá langum við að spyrja svona fyrir tímabilið þegar þú horfir á þetta Vega-lið, segjum bara sem svo að þú sért bara einhvers konar mental coach fyrir Vega-liðið. Hvaða takmark myndir þú setja fyrir tímabilið núna sem að er byrja núna en svona fyrir leikinn? Þú veist, það sigur í deildinni? Já. En hinum einn, Sögum einn, ertu með sama mindset út af því að þeirra rekrúta hefi fyrir einhvers konar, þú veist, endurkomu á toppinn? Ég meina, þú veist, ok, þú veist að taka samt kjarna úr liði sem að fjall, sko, þú veist, og fá inn leikmann sem á að sitja utan deildar í smá tíma. Þú veist, ég held að takmarkið þar hefði verið, þú veist, komast í playoffs, komast í undanúrslit, er svona það sem ég myndi stefna á. Þú veist, setjum okkur væntingar það að við séum að fara að taka undanúrslin og ef við spilum yfir okkur þá getum við farið í úrslit. Ég myndi ekki búast við því að þeir séu að fara að vinna deildina. En ef þú ert Vega og þú kemur þú spila góða úrslitaseríu, þú ert með liðsauka, skilurðu, þú veist, sem kemur inn í liðið líka. Þá held ég að þú veist stefnan ætti ekki að vera sett á neitt annað heldur en sigur og ef hún er það að þá er það frekar bara þú veist metnaðarleysi ef eitthvað sko. Heldur þú að finna fyrir meiri pressu í 1-1 stöðunni á móti Sögu heldur þú gerir í 1-1 stöðun á móti SÚS? Nei, ekkert endilega, þú veist, tölvöld aðrar kringustæður, náttúrulega, þú veist, Sörk ekki með í fyrsta leiknum. Ég held að þeir finni fyrir pressunni núna af því að þeir voru bakaðir í leiknum 2. Já, þar höfum við það. Við ætlum að fara inn í Anubis þar eftir breytingar og... Skal ég rifja upp breytingarna fyrir okkur? Já, hérna sjáum við nývarándið. Ekkert gat hérna vinstra megin við Vírus. Gatið er búið að færast í double doors og það er búið að flippa hurðunum líka sem er stór breyting. Það er búið að bæta við örlitlum svona krossvið fyrir vinstri gluggan þegar horfir vatnmegin frá á A-inu til dæmis sem að F-ar dálítið í nokkrum line-upum sem ég var búin að læra en svo sem splittar ekki diff en þessi breyting í miðjunni er rosalega stór gatið sem þið munu sjá núna fljótlega. Það er búið að breyta algjörlega hvernig CT-arnir geta tekið vatnið og haldið í smá stund, mögulega klíra út 5-una og já, með einu stykki sponsmoke frá CT-spónu þá getur við blokkað þetta og fengið algjöra flugbraut niður. Síðan er búið að bæta við einum kassa á A-ið, svona tvöföldum kassa sem að er vinstra megin eða þú horfir þrist megin frá sem að við munum ábyggilega að sjá í þessu teiki þar sem að stefnan virðist vera tekið á A-ið. Já, það er búið að henda stöffinu og stefnan virðist vera sett á það. Brian Geir er frá að mæta Kraken. Kraken er í 13 heldur samt sem áður lífi. Þannig að sáum við kassan. Vírus, hann er að leita einhverju, býst ekki við Gutta svona framalega. Hvernig býstu svona ekki við því? Þeir eru ekki búin að gera neitt þarna inni. Góð spurning. Þið vitið að þeir eru A-megin. Góð smókur, Mollin ennþá betri. Fætandi tekkinir þarna í stiganum. ATHD Hundsi. Hún allir með fragg. Sikor og Hundsi. Gott trade-fragg á Bossi. Bossi. Face it. Sko. Þetta var bara latt push út A. Já, þetta var það. Þú veist, bara, þú klírar þetta, í það minnsta
flikkar á þetta og kíkir. Þeir voru mjög hrættir um það og alveg logically þá voru þeir hrættir um það að leið og einhver leikmaður sýnir sig pushandi frá B-inu að þeir eru að fara að dundra í tengið. En þú mátt ekki klíra svona latt eins og tala. Það bara má ekki gerast. Vírus, hann með droppið í vatnið, margur gjörsamlega staut vindurinn í kjölfarið þá hann að taka þetta gegnum smókin, hund sem gott frakirna á sörk og flugbrautin fyrir þá, bæði A og B liggja fyrir, Kitty Disco komin í rótitinni í Faró, hann smókaður út. Toxic komin á plattið en hann með gífurlega mikinn félagskap hérna á súlunni. Bara dansa í kringum hana, kom með liðsauka og Vírus að gera sig risastóra og nær 3K hérna á MP9-unni. Risastórt. Þeir verða eiginlega bara að klíra út Toxicana. Þeir verða að klíra nú. Já. Þeir þurfa bara að svinga vítt. Setja pressuna. Á súlunni. Toxic á súlunni. Þetta er frasi. 1-1. Og þarna sást líka mjög skýrt þessi breyting og hvaða áhrif hún hefur á það hversu hratt CT-arnir geta komið sér niður og geta haft áhrif á vatnið. Já. Og þeir þurfi ekki að taka sömu áhættu til þess að gera það. Öruggara dropp og þú getur líka gert skemmtilega hluti eins og haldi stiganum hana í óþægilegu opnængum fyrir terrana en svo mjög margir fyrir að gera sig grein fyrir því. Toxic núna aftur búin að droppa. Grensan ekki 10,5 en allt að falla sjálf sig. Hundsi eins og að koma með AK í hendunar og getur gert einhver skemmtilega hluti eins og gert góðan skaða á efna að vika. Það finna 2. Það er markmið nummer 1. Sörk búin að klíra út miðjuna svona nokkurn veginn. 1. Vírus komin í skemmtilega stöðu að halda bjöl á bínu. Já, ólíklegt að einhver myndi búast við honum þarna en Hundsi fær hérna síðan. Hann ennþá með bombun á bakinu þannig að það er ekki allt ómögulegt hér og það væri náttúrulega algjör snillt ef hann labba turbo hérna. Turbo? Já, ég var búin að gleyma því. Það er það sem hann gerir. Það er spurning hvort að Vírus að fara að svara með Super-turbo eða Turbo-turbo eða... Já, anti-turbo. Anti-turbo. Anti-turbo er hérna á móti, Síðan Super-turbo Apex. Super-turbo hérna, já, á bakvið. Fólki heima náttúrulega sá ekki. Hérna klírar Hundsi Super-turbo. Fær plantið, það er mjög stórt. Allt þetta fyrir plantið en vissulega fyllilega þess virði fyrir sögu sem að í smá vesinni efnahagslega. Já, plant plus fella, þetta hefur alveg áhrif til lengri tíma litið. 2-1 fyrir veka hérna núna samt sem áður. Saga ekki með pening til að fara í fullt kaup en býst við að við fáum einhvers konar pistli frá þeim. Áhugavert að sjá hvað er að gera með það. Það er nokkuð ljóst. Vega búin að setja tempóið og segja við erum að fara að vera aggressífir út þennan glugga. Við erum að fara að berjast við ykkur vatnið. Þannig að hvernig það að bregðast við því? Það eru til grensur og það til molli líka sem þú getur kastað spurning út af Saga séu einfalda búin að læra þá en Brian hérna í Apex. Kitty Disco með 3K, með 4K og fær ekki aceið. En og vörðn á bíinu og þetta leggur línurnar fyrir komandi ránd. Úrslitamappið hérna 1-1 á milli liðana. Já, Vika virðast ekki vera að láta þetta 13-3 tap í einsend mikið á sig fá. Mental reset, gott mental reset hérna. Smókur í stiga, enn og aftur. Og leikmaður niður í vatn. Já. Tveir. Já, leikmaður í tengi líka. Þetta er ekkert nýtt á nálinu og hérna er Brian rakleiðis að fara í varginn nær fyrsta og það er bara ekki tími til að taka rífrakana.
Nei, og bara sérðu crossfire sem við erum að setja upp þarna, bara kontakt frá Bræi og þá svingar Sörk. Og það var aðeins líka græðkjöfindi segja samt í að kasta þessar grunum, fær samt felluna, en... Eitt sem skemmtilegt við þessa breytingu, og hérna sjáum við gatið fyrir aftan krakkan. Hérna, nýja hólan sem þú getur droppað niður, sem að Vega að nota af, bara stakri snild. Já. Eitt sem skemmtilegt við þessa breytingu líka, þetta tölfræðin búin að breytast töluvert. Þetta var mjög tíðsætið mapp fyrir 59% terránda voru að sigrast. Þetta orðið núna 51% terr, 49 CT. Ég held að þetta verði CT-sætið mapp þegar þetta búið að fá að setla aðeins meira líka. Sko, í fyrsta lagi 53 CT sko. Vega eiga ekki að fá að droppa svona niður, svona öðla. Þeir eiga að vera grensaðir. Þeir eiga að vera mollaðir, allavega. Það verður að vera eitthvað, skilur. Já, það bara verður að vera eitthvað. Þeir eiga ekki að fá að droppa svona ótrúlega frítt með engan skaða og fá alla þessa stjórnun. En mér finnst allar þessar breytingar samanlagðar gera bara miklu meira fyrir sér til hliðina heldur en til hliðina. Þetta breytir hvernig A-leikmaðurinn getur spilað æð, hann getur spilað passíft á fleiri stöðum og hann getur verið aggressífur ef að droppi kemur, á mun öruggari hátt heldur en áður fyrr. Hefur svo sem ekki gífurleg áhrif á B-sætið í sjálfum sér, en tengisleikmaðurinn getur vissulega farið fyrir tengið og tekið sömu línur og var að taka áður fyrr með smókið stiga. Það myndi ekki komið óvart ef þetta myndi svinga sem CT mapp eftir þessar breytingar. En enginn í vatni, aldrei svo vant. Sjá hvað leikmaður með M4 í tengi getur fengið mikið pláss örugglega út af því að þeir eru núna orðnir hræddir við að fara út innan smók og delayar þá að fara 5-una og þeir eru meira sér hræddir við það. Sörk með spreytan og Vírus kominn í rotatið hérna með vappan. Þetta var glæstum, sko sjá Gutta. En fjarar svo út þegar hann fellur og skilur ADHD einan eftir á móti 3. Já. Sterk byrjun hérna hjá Vega, virðast allt stefna í 5. rándið og hér kemur það. 5-1 Vega í vil. Ég finnst svo skemmtilegt að þegar lið leggja mikla áherslu á svona aggressív plön strax í byrjun sem eru svona segjum bara frekar augljós, þú veist, eins og að droppa þetta niður, þetta er the hot topic akkurat núna, en þú leggur svo mikla línur inn í allan hálfleikinn að þeir verða counter í hvert einasta skipti. Þú skilir þinn andstæðinginn til þess að búast við þessu. Já. Og núna, bara það sem eftir er á þessum hálfleik, og mun saga aldrei, þið mun aldrei líða vel í vatnum. Já, ég meina ADHD er ekki öruggur þegar hann tekur þessa línur í tengi og þú veist, áður fyrir þá var þetta bara þægileg lína. Þú varst blokkar af McDonald's fyrir gömlu hólunni og í þokkabót mjög hættuleg lína að taka standandi fyrir framan hana glugga því að það var svo auðvitað að spamma því gennum smókin. Já. Látti sér heyra á skoti Geigar. Sörk með 1 frían. Þetta er svo slæmt. Þetta átti leika skotið að ná geta það disco, vita núna upp á hár hvað er að fara að gerast, Vírus í góðri stöðu til að koma sér fyrir og taka einhverja línu að þeim. Þetta veldur rosalega mikið á þessu manni akkurat hérna. Þessi bæk og hann vinst. Þetta býr til pressu á A-sætið og þau þurfa að róta þetta einum strax inn í Faro. Æjón reynir að lappa í gegn með að smók. Getið disco, stendur vaktina. Vaktar svæðið. Þetta hátt ég með vappan hérna inn í B-lobbyinu núna. Sá senast í tengi. Vappi á móti. Gott skot hjá Vírus. Og annað þægilegt skot. Og svo tengi. Já, nær Kitty skoðinu tilbaka en lill tími eftir en þeir eru báðir inn í Faro. Báðir inn í Faro, þeir eru núna fastir.
Bomban komin í hendurnar hér á skún. Gæti spammað. Gerir það. Fritt frag fyrir Vírus, ekkert plant. Og 6-1 fyrir Vega. Skún gerði það allan að spennandi. En allt kom fyrir ekki. Frábært skotana hjá Vírus. 6 ránd í röð. Og þá þurfa sögumenn að fara að teygja sig í þessa Ármannssiglu sem þú myndist á hér áður. Já, Anubis, annar mapp sem að Ármann ganni fræga og lögðu förstu lembi þegar það var upp á sitt. Nánast besta, sörkumin í vatnið og núna er þetta vesen. Loksinn kemur það, Brian út A-lobbyið. Þetta opnar fyrir algjöra flóðgátt fyrir A-leikmann sem er aggressífur. 2 út í þokkabót. Þetta er ekki sami leikmaður. Ekki við því. Þetta er ekki sami leikmaður. Ói, hann kláraði bara kúlurnar. Brian tæpur að breyta hans þar, en þarna er 2-2 núna. Þeir komið, eiga molla, 2 molla, 1 farið núna. Þeir á defaultið, Hundsi svingar niðri. En það getur Disco og Vírus sem að klára þetta einfaldlega 7-1 og þetta er bara alveg eins og Ancient. Bæði rótettin voru líka komin. Já. Þú veist, bara áður en að þeir kasta fyrsta mólanum. Þannig að þeir höfðu líka alveg tíma. Það er alveg spurning hvort að réttakallið hefði verið að hægja þarna. Af því að þeir fóru ekki sko bara á fyrsta tempó inn. Það er alveg 100% rétt en hérna er Vega búin að ákveða við ætlum ekki að ríteka assetin. Við ætlum að falla, að verja það og ríteka bygg. En þetta svæði þarna fyrir utan að lobby núna er orðið ansi illverjanlegt fyrir terrana. Það er það og í raun og veru þá er þetta að hægja á vatnkontrólinu hjá Sögu sem að er þetta er nákvæmlega það sem þú getur gert. Termin, ef það er leifaði þetta, þá eignastu gífulega mikið pláss. Skemmtilegt þarna. Snýrtilegt skoti hjá ADHD líka. 2 á A-nu, 2 á B-nu, 2 í vörninni og þeir eru báðir inn í lobbyinu. Fyrst það var ekki komið og Sörk núna í samlokunni. 11 HP á honum og hérna er fyrir aftan kassan sem ég talaði Smókur fyrir þristinn, 2 að ríteka í gegnum lobby, Skún í vörninni í postplant. Brian að fá þægilega fætt hérna, gerir það. Siksakar þarna og fær frítt fragg. 3-2. Kitt á báðum leikmönnum. Mollin, ótrúlegu molli. Hvernig lendi þessi molli? Þetta var ótrúlega töframolli. Incendio. Incendio? Er það ekki eldgaldurinn úr Harry Potter? Töframolli. Þú manst þetta? Það er ótrúlegt. Ég held það sko. Já, gott ef ekki. Kannski ekki, ég veit það ekki. Já. Já, til að búa til svona dót svona. Það, ég meina, þetta hljómar rétt, þetta er Harry Potter-legt, sko. Wingardium Leviosa. Incendio! Við erum að horfa á sér, Gutti, hann droppar niður, hann býst ekki við manninu bak við Smókin. Sörk, hann er bara löngu mættur, en hann finnur ekki fleiri heldur en 1 Skún með svarið. 1 fyrir 1 þarna fyrir utan A og Hundsi er komin djúpt miðjuna. Geggjað pláss. Brian komin í, þetta er góð, geggjuð tímasetning á Hundsa. En gæti hann gruna að leikmaður sé svona framalega í þristinum? Ég er ekki viss um það. Ætti að vita á honum CT. Ég held hann að við hirti honum. Sko, Brian er algjör leynikall þarna. Við búumst alls ekki við honum þarna og þann finnur 2. Hundsi kemur engum á óvart hérna. Þeir vita á honum er að halda honum nær hins vegar fragginu. 2-2 núna. Bomban liggur hins vegar á erfiðum stað fyrir þá til að ná í. Mollin klikkar. Brian lappa bara Smókin. Kastin út. Og
Vírus með þægilegt skot á Hundsa í 8. rándi og þarna á Brian að gera sig risastóran með 3K. Já, þú veist, hann er svo mikill leynikall þarna, sko. Þeir búast aldrei við honum á þessari tímasendingu. Það var enginn að horfa inn á, Vargur svingaði fyrst með bombuna og hann bara, já, hann er örugglega í þristinum. Já, nei. Brian gerir allt þarna til þess að tryggja 8. rándi til Vega og núna þurfa sögumenn að setja ránd á borðið, Tommy. Já, senasta rándið senasta fyrirgjöf í þessum hálfleik. Jafnframt síðasta kaupið sem að þeir ná þægilega og ákveða núna Hundsi aftur aggressífur í miðjuna, mjög snemma. Það enginn hana. En núna vita að Hundsi komin framalega í miðju. En það svo sem þægilegt play þar sem að komið inn tengi. Gutti fremstur þar, fer í tengi og bombar reyndar ennþá í vatninu. 10,5, takkið heyrist þarna á ADHD, lætur heyra í bakkinu. 3 komnir í vörnin á B. Þeir ætla að flassa inn. Þetta var geggjað flass. Gerir ekki til, Sörk. Strax byrjar að leita að frækki nr. 2. Hundsi. Það var vitað hann. Miðunni, ADHD með 1 tilbaka. Vatninu svo komin í róti. Klikkar á fyrsta skotinu, grípur. Þetta var ljótt uspuskot og Vírus veit það. Nei, sko. Þetta er bara að leita á þessu skoti sem framkallar þetta hljóð sem við gerum þetta nú. Og Skún búin að finna 2 hérna, búin að setja þetta í 1 og 2 vel gerlegt fyrir hann ef hann finnur leikmanninn sem er hérna inn á B. Gerir aldrei. Ekki séns. Borg og það er 9. rándi fyrir Vega. Þetta var sko, skælbrosandi líka. Veit upp á sig sökina. Já, þetta var ógeðslegt. Líka bara, þú veist, þú ert í hérna duel á móti gæja sem er með vappa og hann tekur þið með uspu. Það er alveg svona... Já. Kraken ennþá eftir að ná frakki hérna í fyrri hálfleik. Leikmaður sem var mjög atkvæðamikill í fyrstu 2 kortunum og það er búið að slökkva algerlega í honum. Mjög ólíkt honum. Já, svo sem. Þú veist, hann átti atkvæða lítinn leik á móti Þóri Núk til dæmis, en ég 8 frögg eða eitthvað svoleiðis í þeim leik. En hérna er langt í land fyrir Kraken. Vargurinn 0-11. Já. Það er ekki góða fréttir, þeir hlaupa hérna miðjuna, finna 1 fyrir 1. Reyta sig þarna í gegn, Vírus undir pressu. Mólinn klikkar, rótið hins vegar komið fyrir stinn og Kamúka er inni, Gutti nær einu tilbaka, Hundsi nær ekki að gera sér mat úr þessu. En þá er ADHD 1 eftir, 1 komin í heaven, annar í þristinum. Veit einungis af Brian og þetta er þægilegt frakk fyrir Kita Disco. 10-2 og Kraken ennþá ekki komin á blað. Nei, erfiður fyrir hálfleikur fyrir Varginn, erfiður fyrir hálfleikur fyrir Sögu. Það var lítið að frétta. Bara því miður. Það er leiðilegt að segja en það var bara lítið að frétta. Já, ég meina, þú veist, 9-3 fyrir hálfleikur í Ancient. Já, watch me bro. Já. 10-2 í Anubis. Þú veist, en sko, við erum að tala í Ancient. Þá var þetta samt þannig að, þú veist, Saga töpuðu 1 rándi og þurfti að fara í spar. Já. Þú veist, það voru tæp ránd, flest ránd, það voru fellur að fara í báðar áttir. Þessum leik var þetta búið að vera mjög mikið einstefna, allt rennandi í áttina Vega og já, í fyrsta skipti í leiknum að þá er Saga með góða yfirhendi hérna í pistol. Taumhald vita hvar eru niður komnir akkurat núna. Gutti komin í rótiði, ætla að fara þristinn. ADHD spotta hennar skugga, hlýtur að vera. Gutti er í vesinni. Þarf 1 frakk hérna, er með leikmann með sér en bomban ætla að fara niður. Bomban farið niður, 3 á 5 hérna að verja þessa bombu.
Skún búin að sletta því 5 á 2 og 5 á 1 gerir Gutti. Svo snirtilegt hjá Sörg. En alltaf rándið til Sögu. Sörg bætir aðeins við statana sína á stigatöflunni. En Saga tryggja sér pistól hér í seinni hálfleik og þriðja rándið sitt eru að fara að horfa á comeback aldarinnar, Tómi. Þetta væri rosalegt comeback og ég stríðir í rauninni gegn því hvernig landi liggur þegar kemur að spila þetta map. Vika taka tactical timeout. Reglan segir svo sem ekkert rosalega mikið hvernig reyndar hún gerir það ef hún plantið og yfirleitt fórsari, en það spurning hvort að Vika vilji fara á móti strauminum í því, koma vappa í hendurnar á vírus í næsta rándi út af því að það engin pressa rándlega séð á þá. Já. Ég held að það sé mjög góð pæling og þeir virðast svona enda á þeirri niðurstöðu. Ég held að þú græðir ekkert rosalega mikið á því, sérstaklega skilur af því að þú veist að Saga að fara að koma og mæta þig framalega. Já. Þannig að þú veist, jú, þú getur eins og þeir að gera, kaupa einhverjar, nei, þeir ákveða bara full force. Já. En þetta, þá býst ég við að þeir séu að fara að strauja B eða strauja A. Meira þeir séu að fara að strauja B, af því að það er bara erfiðara fyrir Sögu að mæta þeim framalega. Já, getur verið eins og splitt til að fara í 5 hérna í stæðan fyrir að fara niður stigan, smúkur í stiga og oft Toxic að gera einhvers konar atlögu af A-inu og fá mögulega eitthvað rótið. Kraken, næra að opna fragg-reikningin hérna og sér engan en rótitið, overrótitið má segja og núna eru Saga í vesinni. Bombar að fara niður á B-sætinu og þeir náðu ekkert að minnka. MP7 Plastið geggjað og Kitty Disco með fyrsta hér. 3 í tengi og ATHT nær einungis einum. Sörg þarf bara 1 hér til að gera sér stóran og Hundsi 1 eftir á móti 3. Enn og aftur gengur allt upp fyrir Vika. Snirtilega gert þetta vel að senda Toxic til þess að vera með læti og Saga bara á afturfætinum stressaðir. Þeir bara kaupa þetta, kokleipa þetta og hlaupa yfir á A. Vargur fraggar leikmannin í A-lobbyinu. Hann sér engan annan og enn og aftur íslenskt lið að rótita leikmanni yfir í faróin sem svo auðvelt að jútila út. Bakkaði Apex, bakkaði Tengi, bakkaði á CT, þú veist með meiri options. Tók eftir því. Vargurinn sagði ekki nýtt eftir fragg. Já. Munnurinn hreyfðist ekki. Já, það er slæmt. Brian með ATHT, aggressive play, mistekst, Kraken, fellur, A-sætið, fallið. Og hér getur þeir litið á það að það væri best case scenario að halda þessum byssum inn í næsta ránd því að þeir eru ekkert betur að þessi komnir fjárhagslega séð því að þessi bomba alltaf að fara niður og þetta 12. rándið til Vika. Já. Það þýðir 9 tækifæri fyrir Vika til þess að finna síðustu lótuna sem þeir þurfa til þess að sigla þessu mappi, til þess að sigla þessari seríu, til þess að halda áfram að vera ósigraðir hér á toppnum í þessari deild, setja sig í 8 stig. Hundsin einum tilbaka en þetta bara engan veginn. Alla gerð af þessu planti. Með ágætisfrækjarn og Brian getur krækt sér í AK til að halda í og droppa mögulega 5-7 á einhvern leikmann í sínu liði. Lossbónusinn hins vegar orðin bærilegur fyrir Sögu. Og missir þarna vírus sem kannski bara fínt fyrir Skún. Peningurinn í henglunum. P250 á Kraken, full armor og smoker og flush. En Skún, hann situr á AK og væntanlega droppar 5-7 yfir á ATHT sem á þá það ein byssa, það einn sjálfvirkur riffill. Já, þeir hafa virkað áður, sjáum hvað þeir gera núna. Fer í tenginu og Toxic æðir í þá, býr til blá, Skún með 1 tilbaka.
þetta síðasta rándi í þessum leik. Kitty Disco hendir niður bombunni, Sörk heldur rótutuna hann í gennum McDonalds og kemur mögulega í baki á þrem leikmurum! Þetta er búið. Þetta er búið, það bara verður að segjast, það er bara Kraken eftir 1-14, ekki góður leikur hjá honum, hvað getur hann gert hér í lokin? Hann finnur einn, en Vega strauja þennan leik og haldast ósigraðir hér í deildinni. Nákvæmlega sama upp á teininginum þegar að við horfum á Ancient, bara þetta var algjört rematch, þetta var lið sem að er engan veginn tilbúið í þessar breytingar og mjög aggressíft map control sem var að koma trekk í trekk á Vega, skemmtilegt að sjá. Já, Vega bara, það er eins og Vega hafi alltaf spilað þessa útgáfu af Anubis. Já. Þú veist, þetta bara létu hvergi þessar breytingar á sig fá. Það er kannski eina skiptið sem að það kemur þeim eitthvað í opna skjöldu er þegar ADHD nær skotin á vírus á miðjuna með bústinu upp í glugga. En þar fyrir utan bara ekki mikið hægt að segja um þetta og hvort að það hafi verið sko þeir að spila þetta þú veist frábærlega eða hvort að þetta hafi verið Saga að spila þetta ekki nógu vel ég bara get ekki fullir það en mér fannst Vega allavega að sína það að þeir eru að fara að mæta sterkir og öryggi til leiks á Anubis eftir breytingar sem eftir að deildinni og restina af liðunum þurfa að muna það ef þeir ætla að láta þetta mapp læðast inn í mappúli á sér. Já, og tvímælalaust, ég býst sterklega við því að þetta mapp verði svona þægilega í miðjunni og það verða einhver lið sem er eftir að pikka það, eitthvað í þörd og svo framvegis og við möttum að vera svona rosalega mikið í kringum Núk og svo framvegis en þú veist, eftir standa Inferno, Ancient eins og við sáum sem svona pingu joker pick hjá Sögu og já, Anubis Núk, erum við að fara aftur í Anubis Núk? Sko, mér finnst það svo mikil ábótið að því að æfa Inferno. Já, það er það. Veist, að því að mér finnst eins og, jú, það kunni allir að spila Inferno alltaf, en ef þú ert vel æfður á Inferno, þá held ég að þú getur unnið hvaða lið sem er til því. Það er stór munur á því að rata í mappinu og kunna á mappið. Já. Ég er bara svona throwing it out there ef einhver vill spæsa þessu upp mappbúli okkar. Já, algjörlega og ég meina við getum séð Vega í klárlega lið sem að gæti tilenga sér það. Saga, við bjuggumst við meira í Anubis frá þeim og eins og komst inn á, þetta var lið sem að svona einhvern veginn virkaði eins og enginn hafi farið svona aggressíft í map-kontróli gegnum þessa nýju hólu þarna með droppi, flössum, smókur stiga en líka með layerinu á því að þeir eru að koma aggressíft út tengi, þeir eru að koma líka út alobíð og bara svorma. Saga voru bara vildu ekki gefa vatnið snemma. Bara, Vega bara smóka stigan, hlaup út glugga og hlaupa fremst í alobíð. Skilur, þú veist, tímasetningin virkar þannig að þú ert í rauninni komin fremst í alobí á undan terrónum ef þið hlaupa fimmuna. Gæin er komin út gluggan og getur haldið fimmunni. Þú ert að blokka niður stigan þannig að þú veist, þeir geta ekki verið á undan en þeir hlaupi gegn smókin og þá heyrur það og tekur á mótið gegn smókin og svo eru þið bara með crossfire. Fara alveg inn í hotnið og eina leiðin innan út er að droppa það niður og svo er það bara með gæi glugga sem heldur stiganum. Hvað það gera? Þú ert bara búin að missa allt kontról fyrir utan að þannig að þetta vera með eitthvað counter-util, þú ert að vera með eitthvað retake-stöf fyrir þennan part af mappinu eða stoppa playið áður en á sér stað. Eða leyfa playinu bara að gerast og taka eitthvað aðra fasteign og halda í. Sem að Hundsi var að gera vissulega, hann var að fara í miðjuna þarna í svona miðjum seinni hálfleik og var hann á plássi, var hann á helling og síðan eru við pingu óefnir að Brian er þarna á frábæri tímasendingu og kemst inn á A-ið og stoppar það algjörlega. Reyndi það síðan aftur og sá drauga og skauta þá en það er hann að mál. Nei sko, þú veist, ég það sem Vega gerði vel er að þeir gerðu ekki þetta í hverju einsta rándi. Já. Þú veist, þeir spiluðu mjög oft í gegnum vatnið en stundum spiluðu þeir, þú veist, einn í gegnum vatnið, stundum spiluðu þeir tveir, stundum hlupuðu þeir, stundum senduðu þeir backupið inn í gegnum turbo eða elektrik, skilurðu, og glugga, stundum var það út að þeir voru að velja rosalega vel hvaða parta af vatninu þeir voru að berjast fyrir og taka á hverjum tímpúti og voru alltaf undirbúnir fyrir eitthvað annað. Það sem kemur mjög óvart þegar við höfum ekki séð einhvers konar hratt B-play hraðar.
eða oftar. Bara, þú veist, bara húrra flössum inn á hana blessaða sæt og hlaupa inn í gegnum bíó og treyta þið inn og reyna að vinna rándið þannig. Þú veist, það hljómar eins og svona desperate strat, skilur við, en þegar þú tapar hálfleiknum 10-2, þá ertu desperate. Þú veist, þegar þú erum að reyna hitt 5 sinnum, þá þarf einhver að segja bara, já, herru, skjótum úr í gang maður, bara út B. Þú getur ekki gert A, þeir eru bara búin að læsa fyrir utan A. Eða bara, herru, straum miðjuna, þú veist, splittum B í gegnum miðjuna. Sendum svipað og vekagerði, senda toxic, hlaupandi A, bara í opinn dauðan og svo poppa út B. Við erum búin að sjá pingu af því líka að þarna leikmenn að rössa miðju og að velja faruleiðina og út af því að það búið að stakka vatnið með þessu smók. Ef þið grunar að smókur sé að koma, þú getur góða miðju, það 1 leikmaður, restin preoccupied þarna inn í alopinu, í vatninu, getur farið og náð sítjunum oft í óvörum þar sem þeir að rótita yfir í faru og bara svona, hvað að gera? Það sem ég held að þegar við fáum 2 lið sem eru jafn víg á þetta map, þá erum við að fara að fá flugveldasýningu. Já, ég 100% samanlega þar. MVP í seríunni? Vírus. Já, það gott sjátt. Hann leiddi teimið sitt bara, þú veist, á með impact frögg í Núk og tryggði þeim svolítið sigurinn þar. Leiddi teimið til sigurs í Anubis, atkvæðamestur þar. Og átti bara frábæran leik þar, þannig að ég gef Vírus að hann stegi upp í kvöld og keyrði veka yfir línuna. Annað sem ég langar að svona spyrja örlítið út í. Núna eru veka liðið til að sigra. Þetta tiltölulega ný staða fyrir þeim út af því að við fengum þetta snemma á tímabilinu að Hyper leggja Dusty að velli og jara. Við töluðum örlítið þessa auknu pressu sem að koma núna á veka, en þeir eru búin að sigra KBJ núna, þeir eru búin að sigra Sögu, þeir eiga vissulega eftir til dæmis Þór sem að gæti komið með eitthvað áhugavert inn í mappúlið, náttúrulega Bjarnalið sem að hefur verið að brúka örlítið með ras og þá gætu við séð eitthvað nýtt og svo framvegis, en hvernig heldur þeim lífi akkurat núna? Ég held að eini leikurinn sem að þeir séu virkilega að hugsa Dusty-leikurinn. Ég held að þeir fari í leik á móti Þór með fullri virðingu skilur fyrir Þór að þá held ég að veka séu bara orðnir það þéttir. Þú veist, við sáum það bara þarna. Með Kittadisko þarna inni, með Toxic, komið með bara svo þétt line-up að það mjög erfitt að ætla að finna einhverja glufur. Ég meina, jú, vissulega getur þeir mætt þú veist, illa upplæði til leiks einhvern tímann og þeir geta tapað á móti hvaða liði sem og ég horfi ekki á veka sem svona eins ósigranlegt lið og Dusty hafa litið út fyrir að vera fyrir utan þessa seríu á móti Hyper, en ég held að það sé aðal serían sem að þeir þurfa að hugsa og ætti að vera að hugsa að því að segjum á tapir á móti Þór, skilur, segjum þú droppir mapp á móti Þór eða þú droppir mappi á móti Hyper eða einhverjum, skilur þá þarftu samt að vinna Dusty. Þú veist, leiðin að sigri akkurat núna að vinna Dusty. Þú mátt tapa einum öðrum leik ef þú vinnur Dusty leikin. Ef þú vinnur ekki Dusty, þá þarfst að vinna á roundif. Það í síðustu umferð 24. febrúar sem við fáum veka Dusty. Ég var að tjekka það núna. Já. Sem að verður bara frábær leikur og við hlökkum til, en bæði þessi lið og við erum að titla þetta sem svona frontrunners í titilinn allavega. Þau með ekki mistiga sig meira og þetta setur aukna pressu á veka síðan eru sjálfsögðu með úrslitakeppnina og svo framvegis. Algjörlega, og bara þú veist, mér finnst þetta gera tímabilið allt miklu skemmtilegra að við fáum þessa stöðu. Þú veist, það var svona að farið að vera leiðinlegt að vera heilt ár þar sem að Dusty tap ekki seríu og þú veist, droppa einhverjum 2 möppum eða 3 möppum yfir allt þetta tímabil, líta bara út fyrir að vera óstöðandi í öllum seríunum og það var alltaf svona, já, ok, og þeir eru að fara að vinna. Núna komin upp sú staða að, þú veist, ef að veka fara gallalausir í gegnum tímabili og tapa síðan bara naumt á móti Dusty, þá gætu þeir endað í fyrsta sæti á roundif. Bæði lið búin að droppa einna seríu. Ef að þeir ná að vinna Dusty, þá eru þeir nokkurn veginn búin að tryggja þessi sigurinn. Þú veist, það sem þeir þurfa að forðast að tapa stórt og annars bara snýst þetta allt þessa seríu. Og ég segi það aftur,
þú sigrar Dusty ekki inn á server, þú sigrar þá fyrir server. Þú þarft að undirbúa þig fyrir þá seríu, þarft að eiga tíma að fara yfir replays hjá þeim og þá setur það líka enda meiri press á Dusty, það þarf að breyta playstilum. Og það sem ég gerði fyrir bara úrslitin hérna í fyrra. Ég talaði mikið það hvernig Peter var að spila rampinn og allt þetta dót, svo bara, Dabbi farin á rampinn. Og þú veist, og hann spilaði hann allt öðruvísi og við ætlum að spila miklu meira backup á rampinn, við ætlum að róta þetta meira hell, þú veist. Og hvað gerðist? Jú, það var reynt að spila um rampinn og þeir lendu bara vekk. Já. Þannig að, þú veist, ekkert er gefið í þessum heimi, en ef ég hugsa þetta frá perspektífinu hjá Vega, geta verið stoltir að því hvar þeir eru í dag. Þeir geta stoltir að því hafa lagt sögu, því að Saga kom alveg til þess að spila og núna það bara, þú veist, hausinn niður, áfram gakk, ekkert eitthvað, þetta komið, við vinnum bara þetta liðin og þó við töfum á Dusty vinnum á Roundtable, nei, núna þarf bara að loka þessu. Tímabili hálnað, notabene, við erum byrjuð í 4. og það eru bara 7, endum þetta 27. og síðan verður úrslitakeppni að sjálfsögðu, þannig að þetta verður geggjað skemmtilegt. En á þeim orðum þá ætlum við bara að segja skilið við ykkur í kvöld. Frábær sería að baki, æsi spennandi þrátt fyrir 13-3 töp, þannig að back to back. Á 50 daginn hins vegar verðum við aftur og þar verður Steipa og Leo Deathcake væntanlega að tala hvað Vega eru frábærir á toppnum. KBJ Hyper þá ekki missa því. Takk fyrir okkur.